og velkomin að Rauða borðinu í eftirmiddaginn á föstudegi. Klukkan 4. Nú að segja nónfréttir. Við förum yfir fréttir vikuna eins og við gerum alltaf hérna. Við köllum það vikuskamt og fá fólk til að koma hingað til þess að hjálpa okkur við það. Og þannig það í dag. Hrönn Sveinsdóttir bíóstjóri. Velkomin. Magnús Scheving, ég skrifaði framleiðandi. Er það ekki bara fínt? Já, það er mjög fínt. Elisabeth Rónarsdóttir sem með flottasta klippari. Langflottast. Og Haukur Már Helgason rithöfundur. Fyrirverandi blaðamaður. Já, fyrirverandi alls konar. Herðu, það spurningi hvað helst í fréttum og við vorum eitthvað svona að klóra okkur í kollum með því og stærstu frétt vikuna fannst þér Haukur vera Zoran Mandani. Já, nú þarf ég að tala eins og ég viti hvað hann. Ég sem bara klitti í þetta og það virkar að minnsta kosti forvinnilegt og ljóstýra í, sko, við lifum í heima okkur núna þar sem ég bara flesta daga kýsa að kúpla heldur út og fylgjast miklu minna með en ég vanur. Kannast varla við mig í heimsfréttunum, sko, eða maður sér bara þennan sirkus, sko, þennan djöflasirkus. Sem gangi að núti, en þá byrst alltaf þessi frétta sem sigurvegari í forvali demókrata til borgarstjórakosninga í New York. Sósíalisti sem heitir Zoran Mamdani. 33 ára gamall. 33 ára gamall. Múslimi að fjölbreyttum uppruna, hann fæddur í Uganda. Það sem nú stór svona minnihlutahópur indverskættas fólks. Já, mikið þegar Idi Amin hann var að reka þetta fólk úr landi, hann ábyggilega kominn að því fólki. Já, ég þekki því, en móður hans þessi indversk-ameríski kvikmyndarleikstjóri mér að nær. Faðir hans prófessor, eða akademikar. Þetta ekki alþýðudrengur. Þetta ekki alþýðudrengur, en hann hann samfærandi við fyrstu sín, sko, þegar maður rétt svona skimar yfir það sem hann hefur verið að gera síðustu ára, og það var hann svona alveg að leggja sig að veði á fleiri en sko einu sviði í einu. Og plattformi sem hann leggur fram þannig í New York er sko bara svolítið vilt og galið í bandarísku samhengi þykir manni að það eru ókeypis almenningssamgöngur, það eru að minnstakosti 5 matvöruverslanir reknar af borginni, opinbera til að halda niður í matvöruverði, leigu það, hvað svo framvegis, og það er svona lokal baráttumál. Það vil gera New York affordable eins og þetta er. Þetta sé ekki bara vera borg fyrir allra ríkustu sem að kaupa þar upp hús til þess að spóka sig heldur við að venjulegt fólk geta búið þarna og átt bara gott líf. Já, einmitt. Þetta þykir alveg svakalega djörf krafa. Sko alveg af staðfestu gegn brottvísunum og því sem ICE er að gera inni í bandarískum byggðunum þessar mundir. Þannig að svona, já, fyrir fyrstu sín frekar samfærandi plattform. En hann talar líka mjög opinskátt þjóðarmorð á Gaza sem allir hafa vilja meina að sé sjálfsmorð í amerískri pólitík, en hann mjög opinskátt með það. Og ekki síst í New York sem sko gyðingabær. Hann talar að stoppa allar greiðslur til svona hjálparsamtaka sem eru í rauninni bara að safna pening fyrir ólöglegt landnám í Gaza og Vesturbankanum. Mjög flottur. Einmitt, og það verður að geta safnað þarna í gegnum ef við skildum rétt eitthvað góðgerðarsamtök sem eru skilgreind sem slík og þess vegna geta sendt sko pening skattfrjálst til landtökubyggðarna í Ísrael og þetta verður stöðvað að það verður ekki sko liðkað fyrir þeim greiðslum sérstaklega af borginni. En hann gerði það sem demókratar hafa klikkað á í 10 ára, það er að vinna með grasrótinni. Hann var ekki að kosta auglýsingar. Ég hafði aldrei heyrt hennar mann fyrir ég sá viðtalið fyrir 50 árum síðan. Já, hann byrtist bara eftir að Byrtist bara allt í hennu, af því hann er bara búinn að vera að vinna í grasrótinni og það skilur það svona, og með sannleikana vopni í rauninni, bara mjög opinn með hvað hann vill og hvað hann finnst, og það virkaði. Hann vinnur á því að koma með vinstri sinnuð sjónarmið, svona ameríska mælikvarða, öfugt við það sem demókrataflokkur vill alltaf, hann vill alltaf sækja til hægri, svona svipað og verkamannaflokkur í Bretlandi og samfélkingin hér og hægri. Það er svona hugmyndur að þú getur aldrei unnið á vinstri svona plattformi. Það er svo tvístrað. Vinstri, það er svo tvístrað. Ég er svo gamall, hann er bara 33 ára, hann getur verið sonur minn og rúmlega það sko. Getur verið 3. sonur minn. En ég fór að tekka það á mömmunni sko, Míru Nær sem leikstjóri. Ég man bara eftir að sé eina mynd eftir hennar, Salam Bombay.
sem myndi líklega heita Mumbai í dag, hún svo gömuleg mynd, heit Bombay þá. Að þá eru götubörn í það sem að götubörn leku sjálf. Stórmerkileg mynd. Munið eftir henni? Já. Við erum svona 30 árum. Ég hef ekki séð þessa mynd. Nei, þú veitir að taka frábær mamman, sko. Svo gerði hún Mississippi Masala með Denzel Washington. Veit ekki hvað þið sjáum hana? Ég ekki viss heldur, ég hef ekki séð mikið frá henni. Ég fór á fyrirlestur með henni einu sinni og það var svo gaman að heyra prósessin, sko. Hún stundar sem kvikmyndagerð virtist vera með hvernig hún talaði lýðræðislegar en leikstur að gera upp til hópa, sko, svona halda utanum hópinn og hópeflið sko, á tökustað og meðal annars með sko jógasessjón á hverju morgni sem allir taka þátt í og virkaði mjög forvinnileg sem karakter. Ég las nú viðtalið við drengin sem að leikur í Salam Bombay. Hann náttúrulega var gríðaleg stjarna og mikið fjallað hann meðan var verið að sýna hana. Svo gleymdist hann náttúrulega. Endaði sem leigubílstjóri. Og hann var svolítið svona, fannst eins og hann hefði verið tekinn upp á götunni, notaður, svo gleymdu mér allir. En hann var nú samt svona orðin, búin að fara í gegnum svona deyfði í sína ævi, en var komið stóra fjölskyldu og var mjög sáttur á sínu leigubíl. Kergustar. En svona þetta, þeir eru búin að myndir bara beint innan úr ráum raunveruleikanum. Þá þetta þannig. En er ekki svona fréttir svona vikunar og bara almennt núna, mér finnst þetta alveg svona kýrskýrt hvað þetta orðið svona á endanum báðum megin. Öfgarnir orðin svo miklir, sko. Og þannig að þetta svo ofboðslega lítið samtal orðið. Það bara ekki neitt í neinu. Repúblikanar eru mjög ánægðir með þessi úrslit. Sáu tækifæri á því að útlista demokrata sem kommunista og geta bent á þennan dreng. Eða mann, hann 23 ára. En það náttúrulega, þetta ekki bara í þessu, þetta í öllu, þetta bara í málþóf á þinginu núna eða hvað sem það sem við sjáum bara einhvers staðar eiginlega sama hvað við komum niður. Innflytjendamálum, stríð, Trump, bara allt hver í gangi, þetta orðið alveg rosalega skrítið, sko. Meinar að umræðan sé bara aðgreind? Já, þetta orðið svo, þetta eiginlega orðið þannig að fólk bara eiginlega byrja að vegra sig við að bara taka þátt í þessu einhvern veginn, bara á ég að fara út í einu drullubátt, sko. Ég velti mér upp úr honum á hverjum degi. Það er bara ekkert mál. Vegna þess að umræðan verður að vera til staðar, en það þarf líka, maður þarf líka að svara því sem manni finnst illa sagt. En þetta eins og leikrit, finnst mér. Já, þetta náttúrulega svo augljóslega eins og allt skjallið og smjaðrið og ruglið í kringum Trump. Þetta ótrúlegt. Þetta bara að minna mann á, sko einu sinni var dóttir mín með aðlegt hegðunarvandamál og þá var sko taktikinn í grunnskólanum var að hún fengi svona hrósbók af því að neikvæð athygli leiðir að sér neikvæða hegðun og nú skulum við hrósin á hverjum degi bara fyrir hvað sem bara þú ert góð að sitja á stól og mér finnst eins og Trump sé komin í einhver svona hrós því að það er allir bara að við getum ekki unnið slag við hann við skulum reyna að dekstra hann bara eins og lítið barn og reyna bara einhvern veginn að smjara ef hann vill það, hann egoisti og narsissi, já, þá skulum við bara segja honum að hann sé bestur og mestur og þetta er svona pínu vandræðilegt. En það kom hann í samt á, ég algjörlega sammála, það kom mér samt á óvart að hann sagði bara nánast þeir veit ekki what fuck you're doing, sko. Mér varst það nú áhört. Hann hélt að það var að slitna upp úr vopnalínu. Já. Þá var hann. Það var náttúrulega reyður. En ég held að setning vikuna sé eiginlega sem að Þorgerður Katrín sagði að hann var í sjarmerandi maður. Sjarmerandi kallinn. Finnst ykkur það? Það var orðið sem hún notaði. Sjarmerandi. Hann nú sjarmerandi, hann reffilegur kallinn. Finnst ykkur Trump vera sjarmerandi maður? Ég gerir ráð fyrir að það sé smekksatriði hver er sjarmerandi og hver ekki. Ég er að spyrja ykkur. Nei, ég get ekki sagt það. Mér finnst hann líka alltaf með þess að kippi, sko, þetta Adderall look, skilurðu? Og þetta er eitthvað svo viðbjóðslegt lið. Þú veist, hann og Elon alltaf á ketamíni, alveg útruglaður, Trump á svona Adderall. Sko, ég held það er svona spýrt. Sko, ég myndi halda ég held að Trump var í endrúisti. Nei. Maður sem á þessum hann drekkur ekki áfengi en hann á bróður hans var svona alki og ég hef ekkert heyrt Trump segja það að eftir það hafa hann bara hætt að drekka. Já, hefur þú séð The Apprentice? Putin drekkur ekki. Hefur þú séð bíómyndina The Apprentice? Já. Já.
þú sérð alveg, þú veist, það hefur alltaf verið svo saga gengið Trump að hann sé á örvandi og þú sér hvernig hann byrjar á því 80s, hann drakk aldrei, það er bara ekki hans eiturlyf að drekka. En spýtfrík sem er verið áttrætt er svolítið skrítið fyrir mig. Já, ég veit, hann ætti að vera löngu dauður. Hann er bara á öðru sér lyfjum. Hann er 100% svona maður getur ekki verið að gera sem hann er að gera á þessum aldri og allt það sem hann er að gera nema að vera bara hreinlega styrum og HGH og öllu því sem þarf. En það var nú reynd við Presley og Michael Jackson og Prince og það er ekki gott að Maradona, það er ekki gott að hafa góðan lækni í þessum málum. Það er yfirleitt bara 50 þessi kallar. Já, ég veit það, en hann er bara, en ég myndi halda þess að kannski er hann svona eins og hann er að hluta til. En það sem er eiginlega þetta gaman að sjá til dæmis, ég held að þetta sé bara þannig, menn er búin að átta sig á því að hann er algjörlega óútreiknanlegur. Og það er búið að vera gagnrýna Trump alveg grimt hérna, svo allt í nú verður að segja eitthvað næs að hann sé sjarmerandi og svona, þú ert að veiða hans tilbaka, þú kemur ekki til labbandi til Bandaríkjanna með eitthvað á Trump, þeir eru bara snúið við á flugvellinum, það er ekkert að koma inn í landi, sko. Þannig að ég held að utanríkisráðherrann á Íslandi, eins og hann sagði sjálfur, þetta er fullt af konum sem stjórnar litlum löndum ekkert power, hvernig var þetta sem hann sagði þetta? Hann Trump, þetta væri allt svona konur sem væri frá litlum löndum sem væri eitthvað svona réttlæti, það var það sem hann sagði, það var sem Trump sagði. Mér finnst það einmitt bara svo áberandi hvernig heiminum akkurat er núna þjáist vegna eitraðrar kallmennsku. Allir þessi kallar eru bara eitthvað svona algjörlega afskræmd útgáfa af eitrum, hvort sem við erum að tala um Ísrael eða Orbán eða Íran eða haldið í alvöru að konur myndu sprengja og svelta börn. Já, Úrsúla er náttúrulega að standa sig ágætlega í Evrópusambandinu að styðja þær aðgerðir, en ég skil alveg hvort segja. Nei, konur eru oft aukaleikarar í þessu máli. Konur eru líka oft mjög eitraðar af karlmennsku. Já, en ég samt sé bara, mér finnst núna bara við vera öll föst í klóm kalla sem eru bara að drepast úr öllu því versta sem fylgir í að vera kallmaður. Er ekki peran bara björtur rétt þar hún springur? Er þetta ekki bara síðustu kallandur sem er að detta út og svo kemur kannski eitthvað jafnvægi? Kannski er þetta rétt á Trump, sko, það er alltaf lagið því konur með stjórna kannski í svona litlum löndum og jáfnvel meðalstórum löndum, en svona stór og mikilvæg lönd við kallandir að sjá það. Kína, Bandaríkin, það sem eru kjarnorku, Rússland. Nei, sko, það sem gerir þetta svo barnalegt, ég veit ekki hvort maður á að trúa eða hvernig þetta er, það sem gerir þetta svo barnalegt er eiginlega að þeir séu að takiði vopnin út úr þessum hellum, sprengjum svona langt niður, eina sprengju, fagna sigri, þetta er allt svo barnalegt. Það var nú leikrit, sko, ég held að viti allir að þeir voru ekkert að stoppa neitt eða sprengja neitt, sko. Nei, ég meina líka bara það að vita allir eða með svona í bara pólicy að reyna að semja um eitthvað, sko, þá ef það búið að þurrka út að þessi þetta skoða hvort þú séu með kjarnorkuvopn, þá fær enginn að skoða núna, sko. Eða þú veist, þetta er bara samningsstaðan er vonlaus. Eða þú veist, þetta er svo vonlaus samninga. En þetta eru pínlítið eins og búljar sem komin í okkar réttakerfi og brjótað allt niður. Aftur í leiknum, þú veist, bara allt er brotið. Það er engin lög sem gilda lengur, það er ekkert að marka nokkuð skapaðan hlut. Og allavega bara ég sem einhver húsmóður í Vesturbænum, ég er algjörlega búin að missa trú á þessu kerfi. Öllu. Þetta meina bara öllu kerfi? Ég er bara að tala um, já, í rauninu öllu kerfi. En ég meina... Viltu hafa anarkí? Nei, ég er ekki að segja það. Ég er bara að segja að mér finnst það að hafa brotnað niður í vist anarkí, af því að það er bara allt hægt. Þú veist, Ísrael sprengir upp alla spítala, leggur allt við jörðu, drepur 1000, 100.000 manna líklegast og það bara er ekkert gert. Það er anarkí. Það er nefnilega ekki, kerfið er ekki að virka. Að við sáum réttlætingar á þessu frá bæði Kristrúnu og Þorgeiri Katrínu á árásinni á Íran og maður hugsaði, þú veist, þetta er svo klikkað. Hann hefur ekki eins og fyrir því að setja upp leikrit að reyna að samfæra aðra að þetta sé nauðsynlegt af því að þú veist, þess að reyna að samræma þetta einhvað alþjóðalögum og með þessu, ef við tökum þessu, við erum búin að sjá náttúrulega Ísrael bara þverbrjóta öll alþjóðalög bara heilengi, svo taka Bandaríkin að skari og bara gera nákvæmlega sem sýnist og reyningin svona fari gegnum ritualinn að láta eins og þetta sé eitthvað í samræmi við alþjóðalög og við tökum undir það eða okkar stjórnvöld eins og þetta sé og við erum að grafa undan okkar sjálfum með því að okkar tilvera byggir á þessum alþjóðalögum
og fólk gjörsamlega búið að missa trú á lýðræði og öllu slíku. Og líka tökum eftir því, það ekki eins og þetta séu einhverjir svona villimenn en að gæsalappa berjast við einhvern annan. Þetta lýðræðisríki. Já. Að mörka lífið og fólki sem lokað inn á pínu litlu svæði. Lýðræðisríki. Já. En það í Bandaríkjunum núna í fyrsta skipti sem að gyðingar það byrja fólk ekki sammála þessu sko. Svona almenningur. Nei. En líka fullt af gyðingum sem standa upp líka, svo hræðilegt að nota. Þetta komið á langt sko. Þetta komið langt, allt á langt sko. En það sem svo skrítið við þetta þegar þú ert að segja að kerfin séu hrunni og svona, að þá finnst mér eins og kerfin einmitt halda þessu gangandi. Þeir komist upp með þetta út af kerfunum. Mér finnst þetta að vera pínandi þannig. Þú kemst upp með þetta út af þetta fjölmiðla til dæmis sem dæmi sem ég held að beri mikil ábyrgð á þessu sko. Ekki að kenna þeim en það einhvern veginn þannig að fjölmiðlar hafa því miður bara hrunið í heiminum niður og það orðið núna bara leiðtogi í heiminum sem sendir út bara pínandi skilaboð á X-inu eða eitthvað svona. Á sínu eigin samskiptamíli. Nei, en þetta skrítið. Truth Social. Þetta skrítið að setja stjórna heiminum í gegnum smáskilaboð. Já, það skulum við ekki gema því þegar óvart bættu blaðamanninn á vopnaspjalli þegar voru á ráðast í mannaðingin. Opnuðu hann inn, já. Það finnst líka svo merkilegt að bera saman sko þessi 2 kjörtímabil Trump sko að frá 2016 til 2020 vorum við að horfa á eitthvað trúðsleik og það voru endalausar þessar mannaskiptingar inn og út og alls konar svona vitleysinga galleri í kringum þetta og svo sko óskipulat og kaotískt og það líti allir á það sem sko undantekning og svo kemur normalt þetta inn aftur allt búið að vera sko normalt jafnvel þú veist þó þessi Íraksstríð og þó þessi það var normalt sko svo kemur skrýtna undantekningin en við erum búin að víkja henni frá allt var normalt aftur og komið Biden en núna í annað sinn þegar sko Trump vinnur kosningar aftur ummælið Þorgerðar Katrínar annars vegar og hins vegar myndbyrðing Kristrúnar Frostadóttur af sér og Þorgerðar og Trump saman þarna á NATO-fundinum hefði verið óhugsandi á fyrra kjörtímabilinu. Það hefði verið óhugsandi að svona fullkomlega mainstream stjórnmálamenn í þessu litla landi vandra virðingu sinni og það allt hefði verið sko viljandi að pósa mynd með Trump og hvað þá mægran eða skjall eða tala hvað þú veist það stundu sagt sko þegar trúður flyttur í höllina þá breytist það í sirkus. Já, tók tíma, tók 2 skipti sko. En nú það orðið sirkus bara. Já, en sko ekki samt þannig sko þú veist, þó að hún sé að segja hann sér fínn og skalla hann eitthvað svona það aðalmálið, eða þú veist, erum við ekki einhvern veginn svona ekki það svolítið merkjum að við beygjum okkur undir sko trúðin. Já, en sko það sem ég velta fyrir mér sko að ef þú ert með eitthvað gjörsamlega trilltan í herbygginu, þarftu ekki einhvern veginn að finna þetta nefnilega bara taktík því að þú getur ekki unnið, þú vinnur ekki Bandaríkin og þú verður þá bara að spila með geðsjúklingnum, bara hvað vilt að ég... Já, en ekki viðtala á bylgjunni, það sem ég alveg bara svona ég myndi skilja, þú stæði við hliðinánum mjög semrandi maður. Já, kannski þú ættir ekki að reyna að samfara okkur þetta. Akkurat, það þarf ekki að samfara okkur, þó hún sé ekki að tala illum mann. Svona fjölmiðla umfjöld, það á hreinu, það það sem við erum að gera, sko. Það allt lesið, það kom í fréttunum að ef það þarf til Bandaríkjanna þá fá þeir aðgang að öllum samfélagsmiðlunum þínum og geta lesið í gegn. Ég vil nú bara vita hvernig það fara þessu. Trump, þá getur þú glimt í að verða Bandaríkjanna. Hvers spyðröð lendir maður í á landamærum? Þú getur gert það. Þeir alltaf vera bara hérna í símunum. Þeir gera það ekki endilega stundu bara afritaðir alltaf símunum. Og svo bara ég hef ekki lent í því samt. Einhver gervigreind sem að lesi í gegnum þetta og enga stund að átta sig á því hvort þú hafi verið að tala illa Trump eða ekki. Ég var að hugsa hvort að myndi að horfa á þetta viðtal og ég nefnilega að leiðin í sumarfrí til Bandaríkjunum. Til Bandaríkjunum? Hvað það gerir þangað? Ég á sumarhús í Bandaríkjunum. Ég fer þangað hverju ári. En þess ég skil ekki alveg, ég veit ekki alveg hvað eitthvað finnst það. Það hérna með, af hverju gæti Ísland ekki verið bara, við erum ótrúlega lítil, af hverju þurfum við að vera svona spilarar á borðinu. Akkur þurfum við að vera þessi spilarar? Ég næði þess ekki. Ég skil ekki akkur við komum ekki að segja, það er bara úpsi-búpsi, við erum ekki með her og svona, en við erum ekki að taka þátt í þessar umræðu. Ég skil ekki þess að löngun að því að vera stóri kallin ef þú ert það ekki. Ég skil það ekki heldur og þess vegna skil ekki akkur þarf það að vera þessi spilari.
Akkur þarf það að taka þátt í þessu? Akkur getur ekki sagt bara, við erum 350.000, við erum með stærsta flugmóðaskipa þarna í Atlantík, við erum með tvílega samningi við Bandaríkin. Við þurfum ekki að fara í hennar NATO-leik. Við þurfum bara alls ekki að gera það. Og bara alls ekki, við þurfum ekki að taka neitt þátt í. Vegna þess að það verður enginn sem fyrir stríð, heimsstyrjöld eða neitt slíkt út af Íslandi. Sama hver aðeins á Ísland. Það er enginn að fara að koma hingað eitthvað að reyna að bjarga þessu. Svo vita allir að við erum í skilgreindu áhrifasvæði Bandaríkjanna og við vita það að árás á Íslandi er bara svipað og árás á Washington. Það er það sem Þannig að við þurfum ekki að borga fyrir menn Bandaríkjanna. Nei, þeir myndu bara koma strax og taka yfir okkur 300.000 manns, lappa ykkur við Rúkisútvarp og segja ég ætla að taka við mækin. Það fyrir búið að samþykkja einhverja 70 milljarða á ári samkvæmt einhverjum fyrirskipunum frá einhverjum mannvirkjasjóðu NATO. Er það 1,5% sem við talaðum núna? Það er eiginlega áhugavert líka og það er sagt allir og það verða réttlætað þannig, er þetta ekki allt í lagi þetta fyrir innviði? Þú veist, við getum sagt að við viljum að búa til vegi og fyrir þessar peninga og að því þeir að tala um það. Kristján sagði að helmingurinn væri sem væri hvort sem er að eyða, þannig þá er þetta ákvörðun 35 milljarða. Já, þannig að þeir eru að reyna að segja það. Því að herinn þarf að fara hratt á milli staða, þá þurfa að hafa góða vegi, þeir þurfa að hafa svona og svona og svona og þá verður að reyna að segja þessi peningu fari í einhvern innviði. En ég skil bara alls ekki af hverju við þurfum að taka þátt í þessu leik. Ég veit ekki bara svo stór partur á okkar sögu og okkar sjálfsmynd. Við höfum alltaf verið undir hælnum á Bandaríkjamönnum. Við höfum alltaf... Við erum þar sko. Og sjálfsmynd þjóðarinnar hefur alltaf staðið hvort við ætlum að vera hjáleiga Bandaríkjana eða hvort við viljum, þú veist... Já, en við erum það bara hreint og beint. Já, en þú veist, við viljum samt einhvern veginn vera það, ég veit það ekki, kannski... Þú vilt ekki vera hjálega í Evrópusambandinu heldur? En spurningin er það, ef við erum hjálega sem við erum, samkvæmt varnarsamningur, þá getur herinn komið hingað bara ef hann skilgreinir það og hann getur bara fjarlægt Íslendinga sem eru fyrir honum. Ef að svo er, af hverju eru við að borga fyrir það? Akkur ætti þeir ekki að borga fyrir það? Já, akkur er landið ekki bara nóg? Bara erum við búin að lána hérna landið? Þetta er það sem kemur eins og það er skiljanlegt að Pólverjarnir vilja bara borga 5% af landsframleiðslu til að fá vernd Bandaríkjanna þegar þeir óttast Rússa. En akkur ætti við að gera það? Hefur þið heyrt eitthvað efnislegt svar við þessu spurningu? Ég er búin að vera að spyrja þessu núna í 3 ár. Af hverju eru að taka þátt í þessu? Ég finnst bara hvort það hefur heyrst svar. Jú, svarið er að við verðum að vera með og við erum partur af Evrópusambandinu og NATO og við eigum bara ekki að láta okkar eftir liggja eins og við erum... Ég hef heyrt það sko, en það er ekki hagsmunagreining út af þessi. Það er ekki, og svarar ekki gagnrýninni sem þið eru ekki fram. Það er þessi rök heit á mínu heimili. Það heita alla stelpurnar alltaf í Húsafell. Já. Það er þegar þú ert 14 ára, já, og vill fara í Húsafell og ákverju, það er að því allar hinar stelpur alltaf að gera það. Þannig að akkur alltaf þú eða 5% af landsframleiðslu í hernað. Allar hinar stelpurnar að gera það. Pólland og Eystrasalund. Mér finnst ofsalega skrítið að leiðu bara var búið að kjósa, þá bara fóru þetta eins og rottur af skipi, bara ellendis bara, í alls konar mál og unnu bara alveg brjálæðislega mikið á þeim sviði, sko. Og það var ekki talað við forseta Bandaríkjanna sem var að ógna og alls konar, það var einhvern veginn, diplómasían var ekki góð, fannst mér. Mér finnst þetta skrítið fyrir svona lítið land. Mér finnst þetta rosalega skrítið hvernig þið gerðu þetta, sko. Ég held að þetta sé ekki byggt á vilja landsmanna. Það er ekkert samtal stjórnvalda við landsmönnum það hvort að við eigum að eyða svona miklu peningum samkvæmt einhverjum ordrum frá mannvirkjasjóði NATO. Hvort að almenningur hefur verið á móti vopnasetningu til Úkraínu. Ég man ekki hvort að það fór bara að slaga upp í 80% sem við vildu það ekki. Samt gera stjórnvalda. En út byggt á ótta að þú sér hræddu við að sé ráðist á landið eða hver á að verja okkur, hver á að hjálpa okkur. Auðvitað ef að taka þátt að borga, er þetta ekki eitthvað svona hræðslu? Það er önnur rök sem heita að gera bara eitthvað. Þetta er eitthvað. Við erum að gera eitthvað, því við erum náttúrulega skítrætt og þetta er eitt að henda 1,5 eða 5% af landsframleiðslu takað út úr velferðarkerfinu og henda okkur í hernað, en það er ekki þar með sagt að það leysi vandann. Sko, Bandaríkjamenn koma aldrei til að hjálpa Íslendingum. Nei. Þeir koma hingað til að hjálpa sjálfum sér og koma þá bara þegar þeim hendar. Og það er ekkert með þessi 300.000 manns eða 400.000, skiptir engu máli. Þannig ég skil ekki okkur við spilum þetta ekki niður. Við erum pínuð í sveit og förum í lópapeysuna þegar þetta gerist, þegar við erum að tala um svona mál, fer ég bara í lópapeysuna, svo klæði mig bara upp þegar ég tala um jafnréttismál. Þá fer ég bara fremst. En heldur, kannski er það bara ekki hægt. Þetta er bara, okkur er kannski bara stilt upp við vegg. En þá segjum við bara, ok, þá bara viðskiptalega. Þá með ég bara að fara, en þeir muni ekki gera það, vegna þess að þeir skilgreina Ísland sem nauðsynlegan hluta af sína vörnum.
En mér finnst svo eitthvað, við getum rætt þetta, en það er búið að gera þetta og nú setjum við uppi með það. Og það sem ég í rauninu óttast mest er að við, ok, fínt, erum við að eyða öllum þessum pening sem þetta í innviði, í hafnir, götur, er það bara hluti, hvað erum við að kaupa vopn, erum við... netglæpum og eitthvað svona. Þetta ekki endilega fyrir innviðir sem að við værum að byggja upp á eigin forsendum, það er eitthvað svakalega uppbygging í. Kafbátalægi í Helguvík, þurfum við á því að halda það? Er það eitthvað sem þið dætt í hug eða ég er eitthvað í vegi en það sem ég náttúrulega óttast alltaf er að það er til að styrkja vikingasveitina eða eitthvað slíkt af því að það er alltaf verið að verja okkur með því að ógna okkur eitthvað en má ég spyrja ykkur einu hafið heyrst það eitthvað tímann ég veit ekki, ég hef ekki svarið við því en gefum okkur þetta ef við förum hann bara aðeins meira og meira inn borgum inn í þetta og gerum að kæmi stríð eins og núna vilja að fara í Úkraína á að sækjum það er að sem vera að pressa núna að þeir sækjum þeim tíðin náttúrulega þá erum við komin í stríð við Rússa, Evrópusamhætti eða þeir eru komin í Evrópusamhætti þá erum við náttúrulega bara komin í stríð hlýtur að vera er það þannig að er það að kalla íslenska krakka í herinn? Ekki núna sko. Evrópuherinn bara? Evrópuherinn borgum inn í þetta ef slíkur herinn er stofnaður ef það kemur og Ísland var aðilega ef við erum aðilega, við byrjum að borga inn í þetta allt saman og svona er þá sömu lög herskyldu þú veist, gæti að verið þannig að verið sagt bara herðu Þetta er svolítið langt sko, fyrst þarf að stofna evrópska herinn, svo þarf við að gangi í Evrópusambandið og þá er þetta svona Ég veit að þú ert í NATO Ég held að Evrópuherinn er eiginlega, hann er fjarlægari núna en hann var kannski áður, út af þessari uppbyggingu NATO. Það er augljóst að hernaðarlegar varnir Evrópu munu vera gegnum NATO, ekki gegnum Evrópu. Já, og það er þá hvert ríki fyrir sig sem stjórnar hernum þar. Þannig að þið hafa engar ágjörð þessu. Okay. En á endanum verður það þannig, ef við sittum við þetta borð, þá segir kannski Eistland, Lettland eða Litáen og segir við erum að láta sko 5% af öllum okkar útgjöldum og við erum bara eigum í vandræðum að halda uppi bara einhverju velferðarkerfi. Hvernig stendur það að þessi gaur, hann kemst upp með að borga miklu minni við? Er það, hvað er okkur að það segja? Og Luxemburg er bara, þeir eru ekki svo mikið fleiri við, 680.000, þeir eru að gangast við þessu. Þeir eru að borga mest sem eru næst, eitthvað rússnesku landamannum ekki? Er þeir ekki að borga mest? Þeir eru óttast Rússa. Það er náttúrulega bara svo raunverulegt fyrir þeim. Spánverjar neituðu. Að borga. Já, og Portugalarnir og ég meina Írarnir sem þeir munu aldrei, þeir eru ekki svona í NATO sko. Þeir sjá enga, þeir bara, þeim dettur ekki huga Rússarnir sem að koma einhvern veginn að taka Írland. Og við ætlum náttúrulega að hugsa það sama, það er bara engi fræðilegu möguleiki á því að Rússar séu að koma hérna og taka land. Nei, Rússar koma ekki til, það kemur aldrei til, allan ekki. Það kvartla líka aðmenni sko þegar það er svona búið að myndast eitthvað samt, það er þetta að nota það sem svona orðaleppa segja og núna er sko, aðstæður eru svo breyttar. Það er svo mikil ógn uppi. Og það er gefið og það er ekki mikið sko kannski hérna, það ber ekki að mikið á analýsu hver sú ógn er eða að hverjum hún steðjar sko og stundum hvarlar aðmenni að ógnin sem að núna er sko virkilega verið að taka höndur saman að sé meira sko einmitt birtist meira í til dæmis hérna Mamdani í New York í sko því potensiali að sko yngra fólk víða á Vesturlöndum sé meira svag fyrir sósíalismann eða fyrir sko samfélagssinnuðum hreyfingum en kannski sko mín eða okkar kynslóð var eða hefur verið í deglunni frá því að kaldarstríðinu lauk. Fyrst, það er ekki sem hönd á festir en svona hérna svona tíðarandalega sko að þá hérna já, veit maður allavega að þessi sko svona þessi hérna uppbygging af þessum toga nýtist hvort sem er viljandi eða óviljandi líka til þess að víkja hliðar sko innri átökum innan samfélaga, innan þjóða, innan ríkja stjætta spennu og slíku sko og segja nei, nú þurfum við virkilega að taka höndur saman en að gegn sko ytri óvinnum. En þessi ytri óvinnur, hann eru þetta sko raunverulega smá og vegna þess að það eru allt innu verið að sprengja það sem eru kjarnorkusprengjur, það vera, þú veist, þeir eru ríki með gríðarlega öflugt vopnabúr, geta verið alls konar vitlýsingar sem stjórna þessu, virðist vera, því meira sem að kynnist þessu, því verra er þetta. Það eru frekar reglan en undanþring. Já, og þá er þetta raunverulega kannski jú, fyrir heiminum, svo þetta sé ekki sniðugt, sko. Hvað ætlar þú að gera í því? Ætlar að tvöfalda hérna akveginn yfir Helliseiði?
það sem að ég myndi halda að væri rödd sem Íslendingar gæti alveg gert miklu meira að, það reyna að koma á einhvers konar, reynum að koma inn á einhverjum frið eða tala það bara fullu og reyna að bjóða mismunandi aðila að borðinu til að semja og bjóða Ísland sem eitthvað hlutlaust ríki og eitthvað svona. Við getum gert miklu meira þessu. Við getum aldrei orðið stór player en einu öðru en frið, jafnrétti og einhverju slíku. Náttúru og bara horfið á fegurðina og þú veist, reyna eitthvað svoleiðis. Já, líka bara hvað við erum að gera við bara náttúruna, heiminn, ósonlagið, allt, hvað heitir þetta, með öllum, bara eins og það sem Ísrael að gera á Gaza, hvaða kolefnissporið, ef þið viljið hugsa það. Það alveg næst. Svona fyrir utan þú fer ekki fram á rúminu. Ógeði. Nú þetta bara ganga frá okkur. Yfir kolefnis eyðileggingu af niðurrifi á Heklureyknum. Ég myndi að þetta var heil upp. Gaza svona. Mér finnst þetta allt svo retro að við séum komin í þess að, þú veist, við höfum ekki hugsað stríð og þessa hluti svo lengi og ég sé þetta einhvern veginn því að þið eru að tala um að það sé engin ógn og Rússar muni aldrei koma en ég næstu í farin að hugsa þetta bara eins og fólk var að hugsa á tímum kaldastríðsins að því að nú eru Bandaríkjamenn með stóraukna viðveru hér og þeir eru með þessar stóru sprengjuflugvélar hér sem eru notaðar til þess að, þú veist, ef að allt fer og eins og þú, sem geta borið, kjarnaodda, og það sogar á sig árás. Já, og hvað væri symbolískara fyrir Rússa ef þeir þurfa að sýna klærnar, kjarnorkulega séð, því það það eina sem þeir eiga eftir, þá væri mjög safe að bomba Ísland, því að við myndum ekki valda mikilli geisla. Þú veist, ég meina að það væri bara symbolíst og væri svona, þú veist, viðverð. Þess vegna það galið að kalla heim sendiráðið, ekki bara galið og sendiherrana, eða bara galið í situation eins og þessu, sko. Það algjörlega klikkað, sko. Það auðvitað átt að vera bara og reyna að ræða málin og reyna að koma öllum til diplomasía, ráðunni, en það sem ég fannst svo fallegt, hvað heitir hann í New York, ég gleym alltaf hvað hann heitir, kandidatinn Mamdani. Mamdani, það sem ég fannst svo fallegt, ég var svo glöð þegar ég sá þetta vídeo með honum vegna þess að það voru engin stælar, hann var bara að tala staðreyndir og engin svona, þú veist, ég er bestur, stæstur, eitthvað heldur allt, einhvern veginn, okkur vantar meiri jarðbindingu, þú veist, líka í pólitík, líka hérna heima, vantar þessa jarðbindingu. Almenningu þarf bara meiri aðgang að valdi. Það of einangrað í einhverjum klíkum og græðsum. Já, við höfum rætt þetta áður. Þegar ég var að sterkri manneski í forystu. Hann var að tala fyrir þessu, bara að almenningur að við myndum móta New York, að vonum og væntingum New York og. Algjörlega, og það skiptir máli. En okkur vantar þessa persónu hérna heima sem talar til almennings á þennan átt og ég veit að þær hafa reynt það, valkerjurnar hafa reynt að ná til almennings. En eingöngu, það voru undarlegt, þær leita ekki til þeirra, já ekki orðið við það, mér finnst það stundum svona dálítið yfirlætislegt, svona eins og foreldrar að tala til barna. Agenda þeirra er svo sem ekki hliðstætt, sko. Ég meina, ef maður reynir, ég veit ekki hversu mörg skref ráðherra núverandi ríkisstjórnar þurft að taka til að stinga upp á því að ríkið fari að reka matvöruverslanir á Íslandi til að halda verði niður, sko. Ég skil það mjög vel, en við erum náttúrulega, við stöndum með ofurpóslega erfið verkefni, hvort sem það heilbrigðiskerfið eða skólamál, innflytjendamál, talandi ISIS, við erum svona pena útgáfan af ISIS nema fólk kemst aldrei út af vinnumarkaðin til þess að koma og hifða það er bara geimt eitthvað staðar, skilurðu, þegar það kemur til landsins. Allt þetta þarf að leysa á eitthvað málefnalegan og mannúðlegan hátt og mér finnst við ekki fá að taka neitt þátt í því. Ég veit ekki eins og hvort við erum menni sérstaklega pena útgáfa af ISIS, sko, munurinn sá kannski helst að hérna fara þessar brottvísanir sem eru, sko, einmitt. Það eru rosalega grimmar, sko. Mjög grimmar, sko. En fólk sótt í skjóli nætur og fjölmiðlar eru yfirleitt fjarri. Í Bandaríkjunum eru búin að gera þetta nút á götu í dagsbirtu sem annað, sko. En
ég er ekki viss að svo stefna, svo brottvísunarstefna sem hefur starflegt á Íslandi í mjög langan tíma sé mildari en svo sem Trump-stjórnin er að innleiða í Bandaríkjunum í dag. Nei, ég er algjörlega sammála því. Ég var svona að reyna að gera þetta penara því að þeir eru ekki að brjóta Ég lustaði eins og neitt þátt. Ég er sammála. Þú spurði þeirra spurningar eins og það var svona innblindað máli eitthvað þú vorst að spyrja þá tókst eitthvað dæmi konu sem bjó í blokk, bjó hérna niður í bæ og var að vinna hérna í fiski út á Granda og svo hætti allir að vinna vinninnar hérna hörfu og voru bara útlendingar að tala við hliðina á henni, svo fór hún í átökni efna og búin í bæni og svo dýrt og fluttið á einhvers staðar annar staðar einhvers staðar, ég man ekki hvað þú sagði. Það er bara búið upp í Breiðholti og svo bara hægt eitthvað svona og það var allir í blokki. Breytist stigagangurinn og það er enginn eftir af vinkonum hennar og asískt fólk og fólk með Austurlöndum sem hún situr hérna upp og finnst hún hafa verið svikin einhvern veginn og orðin eldri kona og allt henni finnst henni lífið hafa farið illa með sig og hafa ekki fengið tækifærin sem aðrir átt að fá og hefur ekki efna og kaupa sér íbúð og ýmislegt bara fleira og þetta fólk fer kannski í einhver svona mótmæli vegna þess að það er eitthvað fólk að taka frá þeim eitthvað sem það finnst þau eru að taka frá mér heilbrigðiskerfið þú ferð niður og setur, það eru fullt af útlendingum líka því að það er út allt og þá verður einhvern veginn þetta skapast einhvern veginn og þá finnst mér þess að þetta svo pólarnir eru á sig hverju megin þá finnst mér svo sjaldan að vera einhvern veginn í miðjunni einhvern veginn að vera að ræða þessi mál þetta er svo sjaldan, má ekki ræða hérna megin þetta er alltaf að ræðast, má aldrei ræða í miðjunni þetta má alltaf bara ræða öðru megin annarkvort er þetta bara með innflytjendamálum eða á móti innflytjendamálum þetta er aldrei í miðjunni mér finnst það svo skrítið mér finnst svo skrítið, bara eins og til svona dæmi núna er verið að segja við erum OECD verið að segja við erum bara námsárangur, ótrúlega lélegir í námsárangur og bara reikalega lágt bara við erum að fara að bæta þetta verulega, við erum bara mjög neðarlega PISA-könnunin og allt þetta En OECD er það að skjóta þess inn OECD er náttúrulega svona sumuleiti bara eins og alþjóðlegt viðskiptaráð. Já, að vísu. Þetta er bara dómkirkjan í frásökinu. Já, einmitt. En gefum okkur dæmi að bara hvort það sé rétt eða rangt það sem þið segja. Og hvernig eigum við þá að fara að kenna, ef við getum ekki kennt íslenskum börnum íslensku, hvernig eigum við þá að fara að kenna útlendum börnum íslensku? Hverjum dettur það bara í huga, það sé þá hægt? Að við sem að bera þannig að við viljum einhvern meiri árangur í því. Ef við getum ekki hvað er að gera í því? Nei, það eru til 1000 leiðir til að laga fótboltali eða íþróttamann, sko. En þú vilt að við verðum bara betri í því að kenna íslensku bæði þeir sem íslenska tölu heima og þeir sem og ég held að það segja að við losnaðum vasku upp með að gera það illa. Nei, alls ekki. Og ég held að þetta að kenna það bara vasku upp betur. Og ég held að þetta að gera það bara með samfélag. Og það er með einhverjum svona samtölum og einhvern veginn hvernig við komum saman með einhverju lausnir og reyna að gera þetta einhvern veginn. En mér virðist allir ná árangri sem eru annarkvort hérna megin. Miðjan einhvern veginn, og þess vegna veit ég ekki að þessi maður í New York hvort hann nær árangri, sko. Ég er bara ekki viss. Hann er búinn að ná rosalegum árangri faktist, en sjáum til með framhald. Ég menn svo þegar hann komið til valda þá kannski breytist þetta á korteri, sko. Það er ekki svo langt síðan að vonarstjarna fæddist í New York AOC og það hefði ekki kannski orðið úr þeim vendingum að demókrataflokkurinn er grafhýsi hugsjóna algjörlega saman og það er nályktin er svo sterkar inni að það er ekki hægt að vera þarna, sko. Er ekki pólitík þannig? Ég var í LA í mars og mér leið eins og ég væri svona í landi sem væri svona síðustu daga Rómaveldis og það væri alltaf að fara í svona borgarstyrjöld. Þá fannst mér það eiginlega líklegast að þetta myndi leysast upp og ég fór í matarboð þar sem fólk var að tala sko, það er svo sjúklega dýrt að lifa. Það eru bara íslensk verð í maturverslunum. Bandaríkjunum hækka alveg gríðarlega eftir COVID var bara og húsnæðisverð er bara gjörsamlega þú veist, fólk veit ekki hvernig það á að ná endum saman og þú ert heppin að finna heilsutryggingu þar sem þú borgar bara $1,000 á mánuði. Það er bara ef þú veikist. Nám fyrir börnin líka. Verðlag í Bandaríkjunum hækka gríðarlega. Það er ekki bara það sem við getum fundið, heldur líka einmitt öll þessi menntun, barnagæsla. Ég var að taka Uber-bíla sem voru keyrðir af atvinnulausu kvikmyndagerðarfólki sem litu oft út eins og þeir byggju líka í bílunum sínum sem höfðu ekki efni á neinu og höfðu, hún sagði mér einn sem var að keyra bíl, hún sagði þessi Uber-keysla mín bara rétt kofera leigun á bílnum. Svo á ég ekki til að lifa á og mér langar í skóla, ég hef ekki efna því og þetta var svona 23 ára wannabe sko þessi kynslóð er bara þessi reiði á þetta er það sem
Þessi ég held að sé Fólk gjörsamlega búin að missa trúna á þessari lýðræðislegu. Hérna, Sóran kosin. Það akkurat þessi reiði sem að byrtist. Það bara, hérna, New York ekki bara fyrir okkur lengur. Við getum ekki bara búið í einhverju veröld, bara verbúð Bezos. Við viljum bara endurheimta aftur borgin okkar. Ég held að það sé, hérna, vonum seinna fólk að vakna upp. Já, en sjáu sko, þegar þið segja þetta þá sjáu þið bara, hérna, vinstri hérna er bara að hrynja, alveg niður. Það er bara píratafarnir, sósíalistar ekki náð með markmiðinu og þeir eru að éta sig á innan núna bara mestu villisíkar séð bara fyrir og síðar eru komnir borð og það verður bara mínútur á þetta hrynnur bara alveg til grunna sko. Og svo kemur, og svo eru vinstri grænir horfnir. Ég sé þetta ekki. Ef við ímyndum okkur þannig að við séum 3 árum á undan eða 3 mánuðum á undan eins og stundum eins og Íslandi kemur tónlist og er vinsæl og maður er með við erum aldrei á undan. Jú, býtu. Ísland 3 árum á eftir. Ísland ennefnilega alveg áhugavert. Ísland er til undan í mörgu. Vegna þess að til dæmis þegar kemur tíska í fötum, þá setur upp eitthvað bind á Íslandi og allir eru með þetta í 3 mánuði, svo er það bara búið. En það tekur 1 ár í Bandaríkjunum að fara hringinn og að miklu lengri tónlist. Þegar ég spilaði tónlist í gamla daga, þegar ég var að kenna leikfimi allan heim, þá gæti ég ekki tekið nýja tónlist frá Íslandi þegar við fengum frá London og New York á sama tíma. Við gátum ekki spilað því heimurinn þekkti það ekki. Þú þurftir að vera með 3 mánaða gammal tónlist til þess að spila. Þannig Íslendingur í sumum tilfellum erum við framarlega. Þetta er ekki pólitík. Nei, en þá er ég að hugsa sko, erum við ekki kannski að ef við viljum vera hvað er þá að gerast á Íslandi ef við erum eftir á, eru hinir þá undan okkur, er New York komið núna fyrir framan okkur, er sósíalismina eða þú veist, er það að rísa núna þar? Ég veit að það er alveg svo menning að þá þarf þetta alltaf að endurfæðast inn í sitt samfélag. Það er ekki þannig að þú getur tekið eitthvað sem að sló í gegn í Austur-Þýskalandi og fluttað inn til Bandaríkjanna. Það er alltaf gerst, maður fluttur til Rússlands og var farið með allt til Rússland. Ég býst að við höfum öll verið að svona kíkja viðtöl við Sóran og það er svona hvernig hann er í einhverju svíi að tala, hvernig þú getur verið róttækur án þess að sko, allir bara sem eru að horfa á Late TV í Bandaríkjanum sko slökkvu ekki. Og þá þú veist, það er svona dæmi að raunverulega er hann að koma kannski með sömu hugsunum og við getum orðað með allt hætti á Íslandi. Og það er eiginlega þannig, þú veist, hvernig við endurfæðum þessar hugsjónir, hvernig við endurfæðum við baráttuna, bara frelsisbaráttu almennings fyrir að eignast samfélagið aftur. Og það verður bara hvert samfélag að gera það fyrir sig. Ég held að sé ekkert svona lausnin komið einhvern veginn svona eins og einhvern hittara lag, sko. Og ég held kannski sko nýr stjórnmálamæður eins og hann eða ný tákmynd fyrir einhverjar vinstri væntingar eða sko starfar kannski á 2 levelum einu, sko, þegar þú segir, þú veist, svo veit maður ekki hvort hann nærðin árangri og þú segir hann að þegar náð árangri, að þá er með, þú veist, annars er þetta praktiska, þú veist, kemur hann í gegn hérna leiguþakinu sem hann vill, kemur hann í gegn ef öðru borgarstjóri hérna verður þessi matvöruverslun stofnuð og svo framvegis, sko, það eru praktiska spurningar, en nú þegar kannski að þá hérna bara með yrðingu eins og einmitt, þú veist, New York þarf ekki að vera borg bara fyrir efnað fólk, hún getur verið borgin okkar allra, hefur eitthvað gerst, það verður eitthvað tilfærsla á sér stað á sameiginlegu ímyndarafli fólks og því hvað er segjanlegt og hvaða væntingar er hægt að hópa saman hvort sem það skilar síðan akkurat í sko stefnumótunum næstu 5 árum eða sko skapar unduröldu sem þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað bára, alda. En ef við færum aðeins aftar þá er þetta mótmælin gegn G7-ríkjunum, þetta er Occupy Wall Street, þetta er hreyfingin í kringum Bernie Sanders og AOC og núna kemur þetta en býtu hvenær á þetta koma en þetta hafi sko raunverulega áhrif, þessi ekki bara inspirerandi, þessi ekki bara svona motivation, þetta líka bara organisir, við fáum eitthvað svona alvöru tæki til þess að berjast fyrir því og ná völdum. Það verður að hafa heitt lag. Annars er ekki neitt. Þú getur sungið bara hvaða lag þú vill. Skipulag á eftir, sko. Já, það er, annarkvort er þetta fjöldarheng sem fólk getur skráð sig í og því miður er bara alltaf eitthvað, sko, þú veist, segjum að miðflokkurinn ákveður núna að fara í miðjuna, gefum okkur það bara, þannig heitir miðflokkurinn. Svona í málþói núna, út af réttindur landsmanna á auðæfum sínum. Hvernig þetta er við höfum verið í miðjun? En hann var að taka rosalegt stopp. En það er bara algjörlega óskiljanlegt og ég held að sé út af öðru. Þeir seilast til hægri. En mér finnst sko það sem við erum að ræða núna, nú hrynja allar þessar litlu hreyfingar og mér finnst einhvern veginn
ekki svo galið, þú ert að tala skort á miðjunni, skort á bara svona öfgalausri umræðu bara frá mörgum hliðum og við þurfum ekki að polarisera. Mér finnst bara að vera dauðafæri á því að við getum kannski loksins sameinast breiða vinstri samstöðu. Það svo galið? Getum við bara loksins gert það sem byggir bara á... Klassíska staða vörð gegn fasisma alltaf samfylking gegn fasisma. Ég að segja það. Nú það ekki færið, af því að nú erum við búin að sjá píratana, sósíalistana og þá sem eru á jaðrinum deyja, við öll sem erum að tala þessi hluti. Við sem erum vinstramegin, við erum svolítið pirruð þegar við heyrum þetta. Þessi ykkur öfgar til hægri og það fólk sem alltaf ræna fólk mannhelgi sem eru innflytjendur eða samkynniðir eða konur og eitthvað fleira. Ég ekki að tala að gangi miðflokkinn. Öfgar sikkur megin og þá hefur við að vera megin og hvað krafan okkar þannig að fólk getur eignast húsnæði að þess að verða gjaldþrota. Það er aðgangað heilbrigðisþjónustu og menntun og sem matur sé þokkalega ódýr þannig að maður getur lifað af launum sínum. Þetta öfgarnir Ég bara að tala það Gunnar Smári að mynda breiða samstöðu og aðgengilegri og meira bara kommersial aðgang almennings að því að það skilji hvað bara mannúðleg, velferðar, lýðræðisleg hugsjón gæti litið út fyrir okkur öll. Ég meint að vandamáli við... Á þess að lúkka sem einhver svona galinn kommunisti. Þegar þú ferði í vinstrið, bara tökum það dæmi, hægrið finnst litla gulla hænan að vinstri sé ekki að baka brauðið. Það það sem finnst. Þeir finnst við erum að baka brauðið þegar þú segir að vera matur sem er ódýr og hver á að búa til og þá hugsa það, hægrimennir við erum að fara að gera það við erum að fara út í einkafyrirtæki við nennum að vinna, við förum í einkaframkvæmdir við erum að berjast í þessu það þessu þau hugsa og þeir hugsa það bara vinstri með geta beðið þetta alltaf þegar alltaf láta einhver annan gera það sko, ég er að vona að sé hvorki vinstri að hægri eða hvað og ástæðverði vinstri og hægri var þetta út á pöllunum hann í gamla dag, sátu menn var í Fraklandi, þá var þetta vinstri hægri þannig kemur þetta er ekkert ég er að vona að sé að það getur verið hreyfing en mér svona common sense en það grundvallar munur á þessum dýratum. Það Miðflokkur líka Sigmundur alltaf tala svona skynsemi róttæk skynsemi en þú ert búin að tala inn í Miðflokkinn bæði miðina og þú ert ekki að tala það ég myndi ekki tala svoleiðis ég á bara við það hreint og beint að mér finnst vera á allt of mikið þannig að við erum konum með við viljum til dæmis bara ná í ruslið okkar það væri svona common sense og við viljum bara gera það við erum bara sammála það og við búum til eitthvað smá eitthvað system sem er ódýrast fyrir okkur að gera sem við þurfum ekki að borga arminn að legg og bjóða út og gera alls konar við viljum eitthvað heilbrigðisþjónustu sem allir Íslendingar þetta eru svona 10 atriði sem allir Íslendingar vilja ég myndi halda að það væri svona 10 en við getum ekki samanast neitt af því mér finnst nefnilega megin munurinn á hægri og vinstri og þá ég að vera mjög gróf það eru vissir hluti sem skarast og eru en svona gróflega séð það að vinstri vill ná í brauð fyrir þá sem ekki geta náði sem hafa engan séns á að kaupa sér það eða skilur það þetta að þá segja hinnir á kostnað hinna á kostnað okkar allra segja þá vinstri hægri menn segja sko já ég ætla ekki að borga undir en sko það ekki það sem þeim segja? Já hægri menn segja ég ekki að fara að borga það ekki mitt að borga brauð fyrir aðra mannesku. Ég vissum að hægri menn borga hærri skatta en vinstri menn. Frelsisbarátta allra hæna, þannig að allar hænur getur bara verið frjálsar. Það þurfi ekki að búa í móakjúklingum sem einhver einn kalla á og við endum öll í slátrum hjá hann. Það vinstrið. Hægri vill að móakjúklingar að því að þeir eru ríkastur og valdamestir og eiga búið að þeir eru að stjórna samfélaginu öllu. Ég er ekki alveg saman. Mér fannst Sjálfstæðisflokkurinn í gamla stundum, kannski veit ekki alveg early. Mér fannst það ofta vera svona stétt með stétt voru að reyna að gera það eitthvað. Svona borgarlegi. Já, eitthvað svona aðeins meira. Voru eitthvað svona hugssjónir kallar inn á milli og svona, mér fannst það eitthvað svona fólk. Mér fannst það, eins og svo það farið alveg út í vind og þess vegna vorum að tala með miðflokkurinn fyrir upp núna, voru sem farið upp með máltófið og þetta. Sjálfstæðisflokkurinn niður. Já, ég held að það sé ástæðan fyrir að þeir fara upp út af því Sjálfstæðisflokkurinn til miði núna, hún bara ekki að ná því. Og hún bara, ef þú horfir á kannanir, þá hún bara hraðri niður og 24% bara náði aðeins upp þegar hún, svo hún bara hraðri komin í 60%. Og ég held að það sé aukningin í miðflokknum.
sem að fara þar yfir, en það ekki það að miðflokkur sé að standa sér svona vel. Ég held að það sé mjög einfalt að fólk segir bara af hverju ætti ekki á Sjálfstæðisflokkinn sem að hegða svo þingi eins og miðflokkurinn? Af hverju kýsi ekki bara upprunalega? Af hverju kýsi ekki bara miðflokki beint? Af hverju ætti ekki á Sjálfstæðisflokkinn sem er að þykjast vera miðflokkur? Já, ég held að þetta bara þannig. En þeir nefnir þetta með hvernig fyrirtækja eigendur hallist til hægri og segir þó hver eiga að framleiða þetta allt og það verður bara við að það verður mjög til vina mín sem að þekki vel til í Svíþjóð og bindur nokkra einmitt væntingar eða vonir við núverandi ríkisstjórn þó ekki væri nema þessu leitinu til að með því að ef samfylkingin endist sem forystuafl, ef hún endist sem stærsti flokkurinn á þingi að þá verði hægt að normalisera það að einmitt þó þú sért í rekstri, þó þú sért fyrirtækjaeigandi, þó þú sért eigir hagsmuni hinn og þessu að þá þurfur ekki að tala samkvæmt forskrift Hannesar Hólmsteins frá 1990. Það sé hægt að einmitt tala og hugsa og það er þessi miðja sem ég er að tala eftir sem áður. Já, miðja eða miðsækið vinstri eða þá, það er ekki að tala heldur vonina samfylking og vinstrimenn í dag að horfa til samfylkingarinnar sem auðvitað til og akkurat núna leiðir ríkisstjórn. Já. Hvað sem hann en ég kann ekki tala hana sjálfur hún ennþá að einhver leyti órætt afl, að einhver leyti maður ekki, veit ekki hvað ég hef í höndunum þegar ég horfa á samfylkinguna. Nú eru komin fram hlutir sem að fyrrverandi ríkisstjórnir hafa ekki treyst sér til að leggja fram, eins og veiðigjöldin. Mér finnst alveg stórkostlegt að taka á þessari stærstu mafíu okkar land. Þetta er fólk sem á meiri pening en ríkissjóður. Og það er verið að skora þau. Ég verð bara að segja, án þess, ég ætla ekki að fara að lýsa yfir einhverjum svona stuðningi. Mér finnst þetta flott múf að fara í þetta. Þetta er erfitt mál. Ég eitt með þessa ríkisstjórn því ég kaus hann ekki. Ekki ég heldur. Ég er nefnilega ekki að segja að ég er ekki advokera fyrir það. Mér finnst þau að gera margt frábært og byrja með smá krafti. En það var til dæmis eitt ráðherra, hvað heitir hann, Jóhann Páll, hann afnám núna allt í einu eitthvað dæmi sem ég aldrei gerst, ég aldrei séð í sögu Íslands bara fyrir og síðar, nema kannski einhvern tíma Sjálfstæðisflokkur búin völd í 50 ára og getur aðeins lækkað eitthvað tolla og fatnaði og eitthvað svona skóm eða eitthvað það tók af veitingastöðum og þú þurftir að sækja aftur og fara í röðina. Það voru vinstri stjórnir sem gerðu það sama í sambandi við áfengissölu bæði í Reykjavík 78 til 82 þar sem maður átti allt í einu selja vín til dæmis út á stétt og eitthvað meira. Það voru vinstri meirihluti sem að breytti líka sölunni. Sjálfstæðisflokkur aldrei breytt neinu svona. Það lækkuðu tolla á mat og skóm og fatnaði. Það er bara fyrir heilsalarnar. Það er þurft vinstrimenn til að leyfa fleiri en einum aðeila að selja pulsur í Reykjavík. Ég veit það. Ég þekki ekki þá sögu nákvæmlega en pulsuvagnarnir, Ásgeir, hvað heit hann niðri? Þetta er afsprengi vinstri meirihluta. Þannig að þú mátt ekki trúa því sem að sjálfstæðismenn segja að þeir alltaf auki frelsið, þeir gera það ekki. Nei, ég er ekki að segja, mér sjálfstæðismenn hafa gjörsamlega klúraði gjörsamlega, en það sem ég er að segja, þetta var fyrsta skipti sem ég sé einhvern stjórn sem lappa bara og segir, ég skoða þetta var glatað, ég afnáma þetta var, hvað þetta er ekki lög, þetta er tilskipun eða ekki, hann bara afnáma þetta. Og mér finnst það æðislegt og nú eru þau að gera það sama með heilbrigðiskerfi þegar Alma Möller komin inn, eða ekki heilbrigðiskerfi fyrir heldur sjúkratryggingar ætla að fara þarna inn og vinna með þeim til þess að styrkja þetta allt saman sem er gott starf. En á sama tíma er aldrei hægt að gera neitt gegn útlendingastofnun. Sama hvaða hörmungar okkar er boðið upp á, þá er aldrei hægt að breyta neinu þar. Ég held að þurfum við bara að leggja hana niður og byrja upp á nýtt. Við erum saman um það. Já, það er eitthvað eitur að inni. Og það er með þessi til opinberar álitsgerðir það, allavega tvær, var ekki Ríkisendurskoðun, annars vegar fyrir einhverjum árum, lagði fram bara þá tillögu, það ekki, og svo alþjóðamálastofnun Háskólans, komið fram tvær tillögur í svona allir viðamiklum skýrslum sem komast þeirri niðurstöðun að útlendingastofnun þyrfti að leggja niður og byrja aftur frá grunni með annars konar apparat. En þær voru hunsaðar mjög veglega og eru enn í dag. En það er þetta með eitthvað sem er sjálfur ekki róttækt eða jaðarviðhorf, heldur bara svona frekar skynsamleg niðurstaða af því að athuga starfsemi. Ég verð eiginlega að segja það, þó ég sé svona jákvæða gagnvart þessari ríkisstjórn, þá er stóri prófsteinni núna í komandi fjárlögum, hvort er allir þessir flokkar sem lofuðu okkur betri velferð, betri geðheilbrigði fyrir börn og unglinga og við vitum öll í hvaða vanda unga fólkið er. Og
Og svo lofa þau aðhaldi á sama tíma og það er spurning hvort þau ætla að draga það út úr velferðarkerfinu eins og ég held að líti út fyrir að þau ætla að skera niður þrátt fyrir það í velferðarkerfinu og þau ætla að skera niður í menningu sem hefur orðið sko mest fyrir barðinu á niðurskurðinum síðustu ár hjá síðustu ríkisstjórn. Hvar myndu þið vilja skera bara niður? Eða þið færu bara inn og ætlu að laga Ísland og bara hvar myndu þið skera? Skera niður. Hvar myndu þið fá þess að tekja upp okkur vantar penningin til að byggja upp allt við verum að gera vegi, bara allt þetta, hvar myndu þið skera niður? Ég myndi bara að byrja á því að láta fólk sem að lifir á fjármagnstekjum borga útsvar, borga hærri fjármagnstekju skatt með skynsamlegum, undantekningum, þá er ríkasta fólk landsins að borga langminnst til samfélagsins. Ég hef stundum nefnt þetta þannig að það vantar eiginlega svona kafla fremst í fjárlögunum sem er vaninnheimtur skattur. Að við göngum með svona hugmyndur að ríkið ætti að geta staðið þessu og hinu sem við byggjum á upplifun okkar meðan að það voru innheimtir skattar. En það sem var búið að leggja niður var fjármagnstekjuskattur var einu sinni í jafnhár launaskatti. Það var eignaskattur á eignafólk sem er bara lífsnauðsynlegt að hafa velferðaríki að flytja peninga frá þeim sem eru með minni framfærslu vegna þess að börnin eru flytta heiminn, búið í skuldlausu húsnæði, að flytja peninga þar til þeirra sem eru að koma, barnafjölskyldurna sem að koma skuldlu úr námi og eru skulda mikið í húsnæðinu sínu og eru kannski ekki komið með há laun. Það var til aðstöðugjald sem að fyrirtæki borguðu til sveitarfélagana, það var lagt niður líka og við getum bara haldið svona áfram og þetta er það sem vantar og ef við tækjum þetta saman þá er svona áður en að kemur að úthlutun peningana þá er búið að taka svona 150 milljarða sem að voru færðir til þeirra sem að standa best í samfélaginu í þeirri trú að það veri betri nýting fjármuna heldur að nota það í uppbyggingu velferðarkerfisins vegna að þetta fólk vissi svo vel hvað þetta gera við peningana og þau fóru með alla bara í aflönd og eitthvað þangað. Ég minnst að þetta sé áður en fyrir að tala hvað viltu skera niður. Ég vil bara skera niður og skrúa ofan af skattabreitingum nýfrjálshyggjuáranna. Nákvæmlega. Nú á loksins að fara að heimta kannski eðlilegt gjald af auðlindum. Bara ekki einu svona eðlilegt, það er bara að vera hækkað pínulítið. Já, bara kannski til að standa undir eftirlitinu með kvótakerfinu okkar. En auðvitað þarf líka fólkið sem að hefur vel efni á því að borga fyrir það samfélag sem það býr í. Það snýst samfélagssáttmáli. En það er samt þannig að það er stundum, þú veist, ef þú ákveður það að leggja á þig eitthvað bara ákveður að vera ungur og vinna eins og brjálæðingur eða eitthvað til að skapa þitt fyrirtæki og svo farið fólk í vinnu og ert að skapa. Það eru margir atvinnurekendum sem bara, þú veist, af hverju er ég að gera þetta? Tekur sér í með hann að hausverk, ég get ekki verið í bíó á þess að vera með punkt í öxlinni allan daginn bara hvernig hann hefur borgað laun á morgun. Bara ég á ekki fyrir launum bara og þú veist, þú ert með áhyggjur af þessu alla daga vikunar. Þannig að þú hugsa bara, af hverju ósköpunum bara vinn ég ekki bara, þú veist, þetta er ekki fyrsta skipti, Ísland er eina landi í heiminum, svo vinn ég á ríkinu og hver er, svo með hærri laun heldur, býtu aðeins, vegna að það sko miklu hærri laun sem vinn ég á ríkinu, heldur en vinn ég á einkageiranum, bara núna er að byrja að koma. Og ef þú skoðar hver er að kaupa þetta 230 milljón króna eigninnar og Marta Smarta-ish og þú skoðar bara hvað er að kaupa, þetta er allt orðið ríkisstarfsmenn. Þetta eru annarkvort læknar eða einhver sem vinna á ríkinu, einhver embættismenn, þetta er ekki einhver fjármagnstekjur, þeir sem eru, þetta er ekki þeir. Nei, það sem að gerist þegar þú ríkisstarfsmenn. Það sem þú þegar ég held að Garðabænin sé ekki uppfullur af ríkisstarfsmenn. Já, þú hefur að hissa því hvað margir vinna á ríkinu. Þegar þú lækkar tekjuskatt fyrirtækja, svo að eigandi geti flutt meiri peninga til sín og lækkar fjármagnstekjurnar sem hann hefur, þá þarf það að ná peningum einhvers annar staðar og allt í einu eru litlu atvinnurekendur konum með endalaust okkur pínulitum gjöldum sem við verðum að taka. Mér finnst að vera að afhjúpa þetta í Kópavogi sem að þykist vera einhvern veginn að innheimta lægri skatta. Allt í einu kemur í ljós að þau eru bara að taka gjöld af öllu og hvar bitnast það? Það bitnar á svona almenningi öllu. Það er ekki skattkerfi sem að leggst harðast á þá eða tekið mest af þeim sem eru mest aflögufærir. Heldur er sífellt verið að tína peninga fólki. Ef þú ert ekki með háan tekjuskatt einstaklinga að þá endar það með því að þú ert bara með háan virðisaukaskatt sem að leggst harðast á þá sem hafa minnst það er verið að rukka fasteignagjöld í sveitarfélögunum sem er leggst á það skiptir engum máli hvort þú eigir alla eignina skuldlausa eða eigir bara 5% í henni, þú ert að borga sama. Þannig að við erum að fá skattkerfi þannig að það bitnar verst á venjulegu fólki. Þú getur keypt þér íbúðir í gegnum Eflingu eða einhver stéttarfélög
En það allir sem eiga að borga það. Ég meina það að gefi lóðirnar eru gefnar að Reykjavíkur bara afslátt á lóðunum, lóðir sem ég á sem helmingur á Reykjavíkur borga og ég ekkert í Eflingu, sem dæmi bara sko. Þannig ég að segja, en það tekið af öllum, þannig að þetta ekki alveg svona eins og þú segir og líka erum við að henda núna 70 milljörðum inn, 70 milljörðum upp í 150 milljarða í þetta hernaðardæmi. Þá getum við bara tekið allan skatt af fyrir fólk. En það ekki nema 30 ár. Við getum bara borgað fátækt á Íslandi og bara gert hann upp með þessum penning. Það ekki nema 30 ár síðan að lóðum var úthlutað. Lóðir eru almenn gæði og það réttlátt að deila þeim bara út til alltaf jafn. Algjörlega saman. En það var allir byrjað að selja það og allir verið þetta af því að þeir fældu niður aðstöðugjöldin og af því að þú ert ekki innheimt að útsvara á fjármagnstekjum að þá þurfa sveitarfélögin að búa til tekjur. Af hverju ekki málþóð út af þessum peningum sem 70 milljörðum núna? Af hverju ekki málþóð yfir því? Bara á fullun og af hverju ekki vera að berja í tunnur og segja tökum þessa peninga og látum bara fátæka fá þessa peninga. Bara hjálpum bara þeir sem þurfa á því að halda. Hvað erum við að hugsa? Af hverju erum við að gera þetta? Þetta eru ógeðslega mikli peningar. Og til sem dæmi bara. Þú veist, mér finnst vera aldrei spekulur í því og ég segi stundum söguna bragganum hann sem var byggður. Ég meina, ég hef byggt húsum æfina, ég byggði húsið mitt, ég byggði veitingastað sem ég á og ég byggði sumarbústaðinn minn. Það kostaði jafn mikið á sig braggi hérna niður frá. Þessi 3 hús, það eitthvað bogið við þetta og við öll erum að borga þetta, það eitthvað bogið í reikningsdæminu inn í ríkiskeiranum. Það eitthvað bogið í reikningunum. Ég samt reyndar af öllu sem Reykjavík gerir sem langstærsta sveitafélag landsins sem í rauninni bara hálfgert bara borgríki í Íslandi því að langflestir Íslendingar búa á þessu svæði og Reykjavík rekur langmestu þjónustuna og með stærstu byrðarnar af öllum sveitafélögum landsins, þá finnst mér líka skrítið að draga alltaf fram braggan. Svona af öllu sem þetta sveitafélag gerir. Hvaða þjónustu nota þú í Reykjavík? Eins og ég, hvaða þjónustu nota ég í Reykjavík? En það svipa á börnin mín, fær bara alltaf að tala það þegar ég gleymdi ammæli einnar, skilur við. Með við allt sem ég geri, skilur við. Það var galið og það var rugglað og ég á ekki svona útskýringu á því, en ekki tala alltaf það. Þetta Orkuveituhúsið. Dýrasta hús sem var bíða, það var miklað. Já, en ég kannast alveg við það. Það nú bara 34 ára gömul hús sem að verktakarnir eru að reisa núna sem eru mygluð, sko. Já, ég fatt það, en þetta peningar sem við borgum. Og mér finnst svo Hver heldur að borgi fyrir mygluna sem að verktakarnir skilja eftir sig? Jú, en byrju, af hverju eru í þessari stöðu? Af hverju allt myglað? Hver heldur að borgi fyrir að kosta 20 milljónir á íbúð braski sem hefur verið kringum orkuréttin? Það fólki sem neyðist þess að kaupa þessu húsnæðarna eða leigja þarna, borgar þetta ævin á enda með lánum. Gríðarlegu kostnaður að þessu kapítalíska braski. Sáðu þið fréttina sölu á nýjum og gömlu húsnæði af því að gamla húsnæðið verðist seljast hraðar og betur heldur en nýja. Og treystir ekki. Og svo bara listuðu þau verði. Þetta fáránleg verð á þessu nýja húsnæði. 108 fermetrar voru 168 milljónir og rótir þarna 50 fermetra íbúð var ekki á 47 milljónir. Var það svo lítið? Það var ein ódýrast á 47 milljónir. Fólk var bara að gera uppreisn og heimta bara húsnæði á viðráðanlegu verði. En það er nefnilega líka, þú veist, við erum alltaf að leita einhverju til að skera niður, en hvernig væri að skera niður braskið? Það kostar ógeðslega mikið. Hvað eru margir vinstrimenn núna að byggja hús, þú veist, fyrir almenning? Það eru öll þessi leigufélög. Bjarg, það einu sem að skaffa húsnæði sem er viðráðanlegt. Nei, við erum að tala félögin sem að viðskiptaráð er núna búin að kæra fyrir Evrópu ESA eða... Já, Bjarg og... Ef að vinstrimenn alltaf að þetta sé svona góðu business, af hverju eru ekki í honum? Þeir voru í honum, í gamla dag í honum. Er húsnæði byggt á þessum forsendum? Nema hér og við höfum séð hvaða árangri það skilaði. Þetta er nefnilega svo merkilegt. Í rauninni ætti það að vera mjög mikið til hægri að fólk hafi það sem best. Af því að hver á að koma á restaurantin? Hugsaðu þér ef allir þeir sem annars gamalmenni hefðu efnaði að koma þú veist, á kvöldin og borða á restaurant. Hvaða væri miklu betri business. En við erum bara í endalausum gjöldum með á Íslandi. Bara við keyrum þetta í botn, staðan fyrir að hugsa að við erum með ótrúlega gæði í landinu. Við getum, hvaða land er með 340.000 manns sem getur boðið upp á þessa náttúru, getur boðið upp á ferðamennskuna, fiskinn sem syndir í kringu sjó. Við eigum orkuna og við eigum firðina og við eigum... En nú vill OECD að við bara förum að slaka á öllu regluverki í kringu svona virkjanir því að nú er aldeilis tækifæri til að gefa í
Það er líka það bara, ég las nýju- þetta og mér fannst þetta galið. Það er nýju skýrslunni. Já, þeir bara, það nú verður að, sko, því að það skortur á raforku innan gæðsalappa þegar að, sko, sjálfur orkumálastjóri er búin að útskýra þetta. Að það þarf að bæta orku innviði. Við þurfum ekkert að hlaupa til og búa til meiri. Við framleiðum nú þegar meiri raforku en bara nokkur önnur þjóð í heimi. 80% af því fer til stóriðju. Við eigum fullt af orku. Við þurfum bara að forgangsraða henni og við þurfum að dreifa henni betur með betri innviðum. En að fara út í það að fara að virkja, sko, eins og þú segir, við eigum fallegasta land í heim með þessa náttúru sem er, sko, þetta er ómetanlegt að fara að hlaupa til af því við þurfum að hlaða rafbílana okkar, þú veist, það er ekki einu svona rétt, en OECD segir þetta. Hugtakið raforku skortur. Þetta er svo mikið upplýsingaóreiða, finnst mér. Akkurat á okkar tímum sérstaklega, það er mjög fyrirsjáanlegt að eftirspurn eftir raforku á heimsvísu fer vaxandi næstu því óendanlega á næstu árum og áratugum vegna þess að meðal annars vegna bara aukinnar gagnavinnslu og meðal annars vegna gervigreindar það bara verður takmarkalaus eftirspurn sem er þýtt af ákveðnum aðilum sem skortur sem Nákvæmlega, hvenær hættir það að borga sig að selja stórfyrirtækjum á niðurgreiddu verði ódýra raforku sem að þeir síðan fela hagnaðin í dótturfyrirtækjum og borga ekki einu sinni skatt hérna á landi, borga ekki neitt. Eins og eru það ekki rafmyntin? Eða nota raforkuna sjálf í það sem að... Eitt stærsta orkuétandi afl hérna á Íslandi. Jú, en svo líka gervigreindin á þetta að taka alveg gríðalegt magna. Er það bara 5%? Já, þú spyr gervigreindina. Þú spyr gervigreindina spurningar. Og það þarf að brenna lítið rjóður í Amazon. Hvað skipt sem þú spyr gervigreindina? Er það ástand í heimsmálum? Finnst ykkur eins og heimurinn sé bara að fara til fjandans? Ég er bara að velta við hvort þessi tilfinning sé kannski meira ríkjandi núna heldur en áður. Heimurinn er alltaf að fara til fjandans. Ég man ekki eftir mér, öðruvísi heldur en finnst það að vera meira núna en áður? Þú veist, náði í rassin og kjarnarkuvanni þegar við þurftum að fara undir kennsluborðin og hæfa okkur ef það er sprenging. Ég man eftir 2000 skerinu alltaf að hrynja því að 2000 tölvurnar réð ekki við árið. Þú veist, það er alltaf verið að halda okkur á tánum. En er það ekki svona úlfur, svo kemur úlfurinn? Svo kemur úlfurinn og ég held að hann eigi eftir að koma í náttúruógnum. Mér finnst bara, ég ólst upp í 90s og mér finnst heimurinn aldrei hafa verið meira eins og einhver svona Simpson South Park þáttur, eins og akkurat núna og ég veit að hver einasta kynslóð segir þetta, að nú er þetta búið, og það er allir ólæsir, unga kynslóðin kann ekki neitt og allt það, Sókrates talaði svona. Ég ætla nefnilega að bæta því við að því að stundum heyrir maður talað eins og það kom fram eitthvað tvisvar að börnin veru ómenntuð. Og börnin kunni ekki neitt, en það var skýrsla að auki ofbeldi meðal barna. Ég held að börnin samt, þau kunna navigera þennan ruglaða heim sem við erum að horfa upp á í skelfingu. Þau geta sitt þú veist, þetta er þeirra heimur. Var ekki einhver skýrsla að ofbeldi meðal barna að vera aukast mikið og allir með? Þetta var aldrei skrítin frétt reynda, það var öllu blandað saman, alveg frá einelti upp í bara heimilisofbeldi og svona En auðvitað, þú veist, við þurfum ekkert að, ég meina, er heimurinn að fara til ánskátt og svo er unga kynslóðan, þú veist, minnst unga kynslóðan, minnst hún miklu klárar en við, það er mín tilfinning, og þá meina ég klárari þá svona á andlega sviðinu, og minnst hún klárari svona aðeins, þannig ég held að sé von í henni að hugsa bara, við erum ekki að fara að hlusta á þetta, kannski hann 33 ára kannski og ungt fólk kannski í kringum hann í New York, getur verið, sé eitthvað svona að opna augun. En ég held að sé það sem mér finnst eiginlega núna svo skrítið minnst eins og, þetta er eins og í Hollywood, þú fattar allt í einu leikararnir voru svo langt frá þér og núna allt í einu sérðu þá eru ekki alveg eins merkilegir og þá voru ekki eins mikla stjörnur. Þau voru lengra frá þér og vissir minna þá allt í einu nú finnst mér bara eins og öll þessi pólitík og allt þetta, þau búið að draga tjöldin svo mikið frá, þau komið bara, þú sér bara hver hann er algjörlega, þá fattar þetta er alveg ótrúlega lélegt. Þetta er miklu lélegra eftir þú hélst þetta væri. Því þú hélst að gæðin í þessu væri miklu betri. Svo áttar allt í ná að gæðin eru bara ekkert betri en þetta. Sorba sagði einu sinni, ef að mannfólki myndi lykta vinnrætti sínu, þá var ekki líft fyrir fílu.
Þetta er 10.000 að lýsa þessu. Þetta er smá þannig, Ég finnst bara eins og þú sitið til borðs með fulla frændaðinum og hann sé núna að stjórna og þetta sé bara, þú veist. Já, og þú trúir ekki, og mér finnst alltaf eins og þetta er að fara að hætta bráðum, þetta lítur að hætta, nú springur peran, hún er bara björtust núna í smá stund, að því hún er björtust áður en hún springur, þá verður hún bara, þú er rosa gott ljós, búm, springur hún. Mér finnst þetta stundu verða þannig, og ég vona að sprengjan verði ekki, þú veist, bara eitthvað vesinn fyrir heiminn, heldur bara að fólk átti sig að verið komið nóg að þessu. Það var komið óvunni margir dagar, það ekki síðustu 2 ár kannski, eða 3 ár, þar sem maður er að uppfæra fréttir og hálftíma fresta á hvort þriðja heimsstyrjöldin sé hafin. Já. Ég man ekki, þeir dagar voru ekki að margir hérna, einhvern fyrstu áratugina. Ég man nú eftir því. Í London, í byrjun 9. áratugsins. Þú lesir þetta. Ég man þetta. Að það voru allar forsíður, 3. heimsstyrjöldin er að hefjast. Og svo labbaði inn í íslensku Icelandair vélina og maður fekk mokkan, þú veist, maður labbaði inn og þá stóð vondu finnsku kartöflurnar komnar aftur. Og hver hafði rétt fyrir sér? Mokkin. Það er bara þannig. Lambfætt, Birtist reyndar, já, fyrir ekki. Nei, en ég ætla að segja, sko, svo er þetta líka af því að það er þetta skemmti element. Við höfum aldrei verið jafn sítengt og nettengt og alltaf að við getum refreshað hverju mínútu og fengið nýjustu fréttir. Og Trump, hann alltaf byggir á því að hann er aðalega skemmtiefni. En þú sagði 10. áratugurinn og þá var almenn trú í okkar heimsluta að heimurinn væri bara að batna, það var alltaf færri og færri fátækir og við værum að bara góður í leið til einhverjar betri heims. Það trúir þessu enginn í dag. Nei, það voru endalok sögunar, endalokin voru... Er það ekki núna í Evrópu, erum við ekki að fara þangað? Er ekki Kína búin að breyta alveg bara, er þeir ekki í hináttunum? Það er fyrst og fremst þeir sem... Asía, er þeir ekki að breyta þessu? Í hináttina. Erum við ekki bara, erum við ekki búin okkar skeiða þess? Það er fram í Bandaríkjunum að það eru sko lífslíkur lækka í Bandaríkjunum. Já, en ég er að tala vestrænan heim, þú veist, getur ekki verið að það... Kínverjar eru eitthvað að batna? Nei, tóku Kínverjar ekki að breyta? Í sambandi við fátæktina, sko. Já, svona, búin að breyta. Kínverski kommunistaflokkurinn sem hefur bjargað fólk frá fátækt, það er ekki vesturlandabúar. Það er orðin til einhver yfirstétt í Kína og við sjáum þessa Kínverja sem túrista á Íslandi og þetta fólk á greinilega peninga, maður sér það. En ég trúi því ekki að Kína sé, ég treysti náttúrulega engu sem kemur þaðan, skilur við fréttir, það er ekki frjáls fjölmiðlun í Kína. Svo við vitum, það er margt sem við vitum ekki um Kína. Ég held alltaf að Kínverja sé, sko, einmitt, við sýnist allt vera í blóma í Kína, sko, svo bara, svo sé eitthvað svona fréttamóla frá ríkisfréttaveitunni á X eða einhverju samfélagsmiðli og bara, sko, furðuleikinn í, áróðrunum er En þú kemur... Kína er róttækt eitthvað annað, sko. Já, og það er engin borgaraleg réttindi og Nei, alls ekki margir að vera réttindin í Kína, en þeir eru framalega, þeir eru mjög framalega til því byrja í tækni og bara kemur í svona borgin núna. Þeir eru teknofasista. Þeir eru bara Bandaríkin langt á eftir, sko. Já. En í Kína, þú myndir ekki vilja búa í Kína. Eru að batna á meðan að vera að brjóta niður bandaríska háskóla. Já, akkurat. Hvað heldur það endi? Já, en það var svo fyndið af því að Bandaríkin ætlaði að banna TikTok af því að þetta var einhver undarlegasta yfirheysla sem ég hef séð þegar þingið var að yfirheyra framkvæmdastjóra TikTok. Þetta var skrípaleikur en svo hættu þeir við en af því að þeir bönnuðu TikTok í smá tíma þá var risastór hluti af amerísku ungu fólki sem fór yfir á samskonar forrit sem er kínverskt og það er bara bylting. Ég man ekki hvað heitir á kínversku en það er sko nafnið þýðir Rauðabókin eins og Rauðabókin frá Mao. Akkurat. En þetta er samfélagsmiðill og ég opnaði ég sótti appið til þetta var magnað augnablik sko, þetta var svona augnablik í eitthvað ekki menningar árekstri heldur svona menningar móti. Það var bara svona Bandaríkjamenn alþýðu fólk að spyrja sko kínverskt alþýðu fólk býtu er það satt að þetta sé svona bara nei hvað ruglar þetta auðvitað ekki við erum og svona eins og tveir heima bara, oh my god, þú veist það bara þau þurfa ekki að borga fyrir uppskurð. En þess kann ég að segja það er möguleiki að hnignunin sem okkur finnst þegar þetta sé verri heimur okkar megin núna eru við að upplega þetta? Upplaust, stríð, þetta hrynur, nei. En við búum náttúrulega í þessum heimi, við getum bara að meta það þannig sko. Það eru því að vera að tala að allt sé að fara til fjandans á Íslandi en það eru svona samanburðar kannanir sem að segja að Ísland sé bara með bestu lífsskilyrði í heimi
samt að við þið á tilfinningunni að hér sé óstjórn Það er kon út í bæ sem þarf að bíða í 16 vikur eftir að komast í leyseraðgerð og hún er með krabbamein. Þú veist, mér finnst það hún hækkaði í dag. slæmur lífs. Ég er ekki að segja að við eigum að hugga okkur við að þetta er ekki Pollyanna, sko. Ég er ekki að tala um það. Við erum í okkar heimi og við vinnum í það að reyna að bæta Íslands samfélag, eða ekki? Jú, jú. Við erum mjög upptekin af því, við erum fámenn þjóð og við erum öll svona samfélags og ábyrgð á því. Samt, og ég vona að það sé að lagast, að það sé að verða betra með nýtt fólk í brúnni, að það sé verða að reyna til dæmis að prófaði að panta heimilislækni. Það er bara rosa mikið mál. Ég er enda mjög heppin með það. Já, þekkir mjög góðan príslægt númer. Já, þetta er... Ég fekk heimilislækni, ég held ég var ekki með heimilislækni. Svo baltinu ung kona kynnti sér, sagði mér að hún var heimilislækni minn. Já, ég hef ekki haft heimilislækni 30 ára. En hefur þú fengið tíma hjá henni? Það er það sem ég er að tala um. Það er nefnilega svo mikið mál. Þrísvar. Ég reyndi að fá tíma hjá heimilislækni og það kostaði mig svona alls konar vesen. En það er auðvitað, sko, ég held að heimurinn, sko, ég held að hann fari batnandi overall, þá myndi ég halda að maður virkilega myndi fara í allar tölur og skoða allt. Við erum að eldast lengur og það er alls konar svo þess við lifum lengur og það er ekki eins og mikið, við vildum aldrei skipta við neitt, við vildum aldrei vilja tilbaka. Ég held að enginn okkur myndi vilja droppa okkur niður einhver staðar, neins staðar í Frakklandi, þú veist, tímum Lóðvík 14. Nema við værum bara reynilega hefðafólk, sko. Þannig að ég myndi ekki halda... Ekki einu sinni þá. Veistu að ég fór í bað einu svona árið. Kannski held ég að hún hvað er hún gift prinsinum, Harry prins sem var hætt Meghan Markle eða hvað þetta hugsaði hún kom í eina litla kofa sem var inn í Kensington höllinni og þetta var eins og lélegt 2 stjörnu hótel í Bretlandi og hún sagði, þetta alltaf glamurinn? Nákvæmlega, sko með prinsinum sem bjó heim með honum í einhverjum litlum kofa þetta inn í Kensington. Við nútímafólk höfum það betra en nokkrar aðra mannesku nokkuð tíman í veraldarsögunar og þá er ég að tala um sko konga og prinsessu og alla sem að hafa átt mesta pening í heimi. En við erum líka pínulítið að tala um hvíta. Nei, ég er að tala um bara nútíma manneskuna yfir höfuð sem sefur í rúmi og hefur aðgangað heilbrigðisþjónustu. Ég myndi halda það líka, en það breytir því ekki að það eigi að hætta að tala um hvað maður betur fara. Ég held að það sé alveg nauðsynlegt samtal eins og varst að segja. Það er nauðsynlegt samtal, en mér finnst þið bara vera í einhverjum svona klikkunar leik, þar sem samtalið er, gerðu það, ekki drepa börn. Og einhver er bara, jú, ég drepa börn, segi ekki. Þetta er samtalið. Þetta er svo... Já, og mér finnst það reyndar alveg rosalega skrítið. Mér finnst einhvern veginn að vera þannig, þú getur ekki skaðað börn bara. Það er alveg sama hvað þú gerir með stefnu út með, þú bara getur ekki skaðað börn. Það var bara í fréttunum í dag að það er fjallað um það í íslensku fjölmiðlum að hermenn fá fyrirmæli að skjóta fólk sem er að ná í mataraðstoð, óvopnað fólk að ná í, og þeir bara báru vitni um það í fjölmiðlum. Svo þetta er bara... Þetta er sena úr Syndarsliðs. Já, það er þetta. Þetta er klikkun. Og þetta er að gerast með stuðningi alþjóðasamfélagsins. Já. Framkvæmt og stutt af líðræðis. En ég held að sé varðandi samfélagið okkar, að þá ég hef talað við hellingafólki líðan barna og það er allir saman um að barnunum bara líður verr og alveg þeir búið að reikna fyrir skekkjum á því að kannski fólk auðveldra með að tala um mannlíðan sína og alls konar svona hluti. Þá það bara, efast ekki það að við erum ekkert, þú veist, og það er stórkostlegt. Það ekki nógu vel og það er náttúrulega ekkert, það er ömurlegt samfélag. Það er möguleika börnunum líður illa því að foreldrarnir vinna báðir úti. Er það ekki eitt af því? Ég meina, ég gæti ekki eitt verið að því að þau eru alin upp í leikskóla eða til 20 í einhvers konar stofnun. Þeir eru 8 tíma dag í stofnun. Má ég ekki öðru? Ég bara finnst við fórum ræðum innvið og þessu uppbyggingu 70 milljarðana sko í sem verður það ekki hernaðmannverki, heldur bara heppilegar hafnir fyrir kafbótalægi og heppilegir vegir fyrir skriðdreka og eitthvað svona sko sem að nýta svo okkur líka. Að nú er ég tiltölulega ný orðin. Þau vil ekki blæðingar á vegum skriðdrekarnir. Er með þetta sko verkefni fyrir fram meðal að finna hvað ég gera sko daginn, eitthvað skemmtilegt og fer maður borgina og skema borgina með öðrum augum en áður og þú veist, hvenær opnaði fjölskyldu húsdýragarðinn? Það eru komin kannski 30 ár síðan eitthvað leiðis. Var þetta R-listinn? R-listinn, já, frábær garður, frábær staður sko, svo er Nauthólsvíkin, hún er kannski 20 ára gömul eins og hún R-listinn? Leiðis, frábær staður líka. En ef maður vil finna sko eitthvað einn vettvang svona viðbútt, þá rambaði ég daginn á sko niður í Elliðárdal. Já, mjög skemmtilegt.
við hús Orkuveitunni, ég held að þetta sé byggt upp af Orkuveitunni. Það eru loksins svona einhverju sko innviðir í þeirri þá náttúru því útivistarsvæði sko, einhverju innviðir þannig að börn og foreldrar geta haft það alveg gott saman, þessi svona nestisaðstaða og sandkassi og rennandi vatn og skemmtileit og frábær blettur að vera hann lengi, en þetta er ekki byggt upp af sko borginni, ekki opinbera. Þú ert að stíga inn í auglýsingu fyrir fyrirtæki leið þú ert hann. Hvaða fyrirtæki? Þetta var Orkuveitan held ég. Þetta er mjög skemmtilegt. Mjög vel hefnað. En sko ég samtidig bara hvað innviðið við byggjum upp og hvað, ég sé ekki, nú er ég viðvanningur, ég er nýkræðingur á þessu svið og kannski er ég bara að missa þig, kannski fara fram hjá mér sko. En það birtist mér eins og það hefði ekki verið byggt upp neitt sko mikið af aðstöðu fyrir börn í borginni í dálítið langan tíma. Hvað með sundlaugar og bókasafn? Hvað segirðu? Sundlaugar og bókasafn. Sem hafa verið einna lengi einmitt, það er bara marga áratuga gamalt. Mjög mikilvæga sko einmitt pósta. En það er íþróttahúsin og eitthvað svona sko, það verið að leggja á það. En það sem ég veit hvað átt við sko. Það er að fara í sko innviðuppbyggingu og þá þú nefndir sko kostnaði með vinstarprójektin. Það er ekki mikill kostnaður við þessi prójekt til dæmis sko, ef þú vilt svona hérna. Nei, en það sem gerist í umræðinni, ég tökum bara sem dæmi, bara því að þú ert að tala húsdýragarðinn, bara sem dæmi. Við hérna 90s byggja húsdýragarðinn, frábært labba með barnið og vera að skoða geit og það vera að skoða svona eitthvað svona. Svo allt í henni situr með fólk eða labba með fólk hérna og segir bara, herðu, hvaða ógeð, þetta er bara eitthvað dýragarður. Þetta er sædýrasafn í Hafnarfirði, þetta var bara eitthvað viðbjóður og það er heilu podcast-þátturinn og RÚV það og hvað þetta var mikill viðbjóður að halda kvölunum hann inni og nú ertu bara með eitthvað seli hérna og hann slapp einu sinni, mannstu, kópurinn og þetta var frábært saga og allt í þetta bara eitthvað ógeð. Ég man bara sjálf hvað öppurum leið illa. Já, akkurat, þá segir maður, allt í henni þá byrja bara þetta litla dæmi með þessi litla fallega hugsun eitthvað, kannski verður þetta að fara þarna niður til, búf, bara í sikkur áttina og það verður ekki allt brjálað af vissin og það bara gerist ekki neitt og gerist ekki neitt. Það er húsdýragarðurinn umdeildur á þínu heimili? Ekki á mínu heimili, bara meðan mína vinna sem eru miklu dýravinnir. Þá er þetta algjörlega galin stofnun að vera með húsdýragarð. En mér langar samt að koma inn á þetta því að þú segir að börnum líði ekki vel af því að báðir foreldrar sig að vinna úti. Og ég er ekki sammála því. Ég held að mörgum börnum líði illa að geta ekki farið inn í verndað umhverfi, hvort sem það er leikskóli eða barnaheimili eða bara frístundaheimili. Ég held að heilbrigðustu börnin vaksa þar sem þau fá umhyggju, hvort sem hún er foreldrana eða fagaðila, en að þau eigi ekki stressaða foreldra. Ég held að það sé það sem er að höggva í botn. En heldur að sé þetta að foreldrar ekki fyrir launum en fyrir að borga fátækt og myndast bara eitthvað svona. Líka stressaði foreldrar sem eru bara millistjórnundur í sjóvá sem er eitthvað kapitalist fyrirtæki og þú ert alltaf í vinnunni einhvern veginn að svindla á kúnnunum og kemur heim alveg sko út úr taugaður og þarf að hlaupa upp á esjuna bara til að ná þér. Það er ömurlegt að eiga svoleiðis foreldra. Það er nefnilega það að ég man þetta er bara ekki gott kerfi sem við erum í. Þegar ég var unglingur þá voru klikkuðustu eiturlyfja sjúklingarnir voru ríkir krakkar í Garðabæ sem áttu foreldrar sem skiptu sér aldrei að þeim. En það er það sem við erum að segja, það er þessi, hver er menntunin í skóla, þið fóru sjálf í skóla, ég er náttúrulega gamall, við fórum í skóla, hvernig var rætt að við værum að fara að ala upp barn? Hvar var ykkur tíman eitthvað bara rætt það? Við höfum náttúrulega núna lífsleikni í skóla. Ég er ekkert vissum að krakkar í dag fá okkur betri kennslu. Nei, og ég er alveg saman því, það mátt að bæta það. Heim, sko, dóttir mín fekk heim svona dúkku já. Sem að fór að skipta á sér og vildi borða. Já, okay. Og ég held að hún hefði drepið hana bara, láta hana bara, hún nei, ekki þannig. Nei, hún bara narra sig í það að vera að sinna einhverju dauðri plastdúkku. En ég er að segja, sko, kannski er út af því að við umræðan er þannig að það er engin menntun í þessu hvernig ná að balansera þetta og ég ætla bara að segja að við erum að ræða hvað þarf þá þarf mjög einlæga umræðum það og það þarf ekki að kynja hana það byggir ekki á því að annað foreldri þurfa alltaf að vera heima við ólumst upp í því systemi hérna sem fæðumst ég held að sé bara þannig í dag get ekki það var enginn heima það var enginn heima með mér sko mamma var einstæð móðir ég fór stundum með henni í vinnuna sko ég held að verða báðir foreldrarnir vinna út í dag bara út af því að ekki fyrir skiljum mig það er allir að ná í það sko og ég held að sé miklu meira eins og mér finnst svo fallegt svona minn flutti og á fjölskyldu í Vancouver sem er bara einhver fjölskyldu vænasta borg sem ég hef heimsótt þeir eru með alþjóðlegan fjölskyldudag, það er bara frídagur einu sinni á ári aldrei séð þetta áður
og ég ekki að segja að það sé perfect, en ég að segja að það allavega að verða að reyna að gefa fólki tíma til að vera fjölskyldastundum með til dæmis að takmarka vinnudaginn. Mér finnst yngra fólk vera miklu meðveitar þetta heldur við. En var að segja þetta því að ég stundu tala við Íslendinga sem búa á Norðurlöndunum og þetta það sem þau tala alltaf og þetta var einhvern veginn orðað þannig svona við mig að við vorum búin að búa hérna í 3 mánuði þegar allt í einu rann upp fyrir okkur hvurslags helvíti Ísland við erum bara í einhverju hamstursjóli linnulaust, svo búum við hérna og allt í einu fann að maður bara slagnar á öllu, það bara allir fara heim og enginn að vinna eftirvinnu og vinnan skilir eftir og það bara gert ráð fyrir að maður eigi börn, það ekki vinnan þannig að gert ráð fyrir að maður eigi börn og þetta tala fólk Er það ekki bara þetta efnahagslega óryggi? Líti á leiguverð. Já, hvað er dýrt að lifa á Íslandi? Fólk kannski að fá 250.000 krónur útborgað eftir skatt og leigan 320. Þú veist hvernig ástand ég skil ekki hvernig fólk borgar svona leigu. Og við erum að bregðast þessu fólki sem samfélag að búa til þetta helviti. Það koma þessi óhagnaðardrifnu leigufélög inn í. Já. Markaðurinn hefur ekki getað boðið upp á lausnir. Ég held að við þurfum að gera ég held að Íslendingar lítið niður á börn það mín það líka alveg möguleikir eftir að unnið í þessum geri mörga þá væri það mín skoðun og þá ekki það er ekki að þeir ætli sér það er ekki svoleiðis heldur bara það er stærð sem er svona afgangsstærð og dýrmætust árið 0 til 7 ára og þau eru gríðarlega dýrmætt og ég meina horfið bara á leikskóla við erum bara með eitthvað malbygg sand og eina litla rólu ég meina þú veist metnaðurinn engin Mér finnst þetta svo áhugavert þetta er líka af hverju, þú veist, það er svo stutt síðan börn voru bara vinnuafl þess vegna vorum við með þessi löngu þessi aðstæða í leikskólanum við versna mjög hratt hann Hörður Svavarsson heitinn sem er nýfallið frá hann skrifaði ritgerð sem heitir Börnin í veggjónum þar sem hann sýndi að það var alltaf reglugerðirna voru alltaf þannig að það var alltaf minnkað svæði sem að börnin átt að hafa inn í leikskólanum og nú heitir þetta í veggjónum að því það var alltaf byrjað að taka utanfrá en ekki innanfrá og það tekið plássi sem er undir borðum og eitthvað fleira til þess að hafa sömu fermetru áður var og þetta er bara hrörnun sem hefur átt sér stað á bara síðustu svona 15 árum bara mjög hröð að raunverulega eru leikskólanar þannig að þeir bara ekki hæfir til að taka þessu börnum. Nei, ekki miður og því miður og starffólki að reyna að gera sér allra besta og ég kom inn á frábæra leikskóla sem fólkið bara alveg frábært og það bjarga því sem bjarga verður bara stundum en overall erum við einhvern veginn ekki að sinna börnum á Íslandi og þú veist maður gætt skemmt í gamla þetta fekk 300.000 að skemmta fullum Íslandi klukkan 8 svo áttur að skemmta börnum og fékkstu kannski 5.000 Veistu hvað börnunum finnst mest fyndið? Það er að hlusta á foreldra að tala farsímanotkun barna því að börni vita það að vandamál á heimilunum með farsímanotkun foreldrana það er bara hannig og pröfið að tala þetta við börn þeim finnst að tala svona hræsni og svona hræsni fullorðina ég læsti mig úti í gær og síman minn inni og það tók mig nokkra klukkutíma þetta á annarri hæð og erfitt að komast og svona og í eitthvað 5 klukkutíma var ég símalaus og ég hef aldrei verið produktív bara aldrei endurfættist pínlítið nú er ég með hendunum bara það var alveg stórkostlegt moment má segja skemmti svo í þetta það er svona síg og seinni hlutan eins og sagtir nú er komið tímum litt á skemmtisúr má ég segja eina skemmtisúr ég heyrði hana og mér fannst þetta áhugavert ég vissi þetta ekki það voru frakkar hún verður að vera þetta má ekki vera eitthvað dónaskapur nei, það ekki það voru frakkar sem voru þetta má ekki vera ljós nei, þetta er ekki það voru frakkar sem fóru á Óskarinn voru tilnefnd til Óskarsverðlauna og þeir mæta Óskarsverðlaun og þeir eru svona frakkar og þeir eru svona vanir að vera með eitthvað svona fóru til Ameríku þetta er bara í molli þetta er bara moll og það er bein útsending og þetta er eiginlega sjónvarpssýning þannig að það er alltaf auglýsingar þetta 8 mínútur og þá er bara salurinn fullur af fólki og myndavélarnar og það er bara að pása og þá fara allir á barinn eitthvað svona að fara út úr salunum og inn og fá sér eitthvað að drekka svo verður að hóað inn aftur eftir nokkra mínútur allir hlaupa á milljón og setja sér sæti sín aftur en það eru konur eða starfsmenn sem eru á öllum hurðunum og það er bara lokað þannig að það er ekkert verið á það eru standinn eða sem sagt aukaleikarar sem eru klæddir upp í fínum fötin sín og svona og þeir eru kallað til að mæta í sætin
Þannig að það er fullt af fólki sem situr bara í sætunum sem eru bara svona leikarar. Og það er bara lokað. Og svo voru þeir með frakka sem var tilnefndur fyrir animation. Og þau eru þarna eitthvað og hann ekki alveg að skilja og fjölskyldan var svo stór og fekk bara 2 miða á Óskarinn og fjölskyldan leigði bara bíósal í Frakklandi til að horfa á útsendinguna, tilnefndur kallinn og hann er þarna og hann situr og þetta er bara frá 1 til sko 8, 9, 10 kvöldi sko, þetta er rosalega langt. Menn er alveg verið að búin og hann er búin að sita þarna og þetta dregst og það skilur ekkert í prógrammun og eitthvað svona hvað er í gangi og hann fer síðan hleypur síðan á barinn bara hana þegar kemur svona pása. Hann er að kaupa sér og það kemur það er verið að tilnefna þú ert næsta kategóri og hann hleypur með drikkina og það er lokað bara á nefið honum, búm. Og hann segir við konuna, þetta er mín kategóri, nei, það er ekki hægt að fara inn. Jú, þetta er ég, og nei, þú getur ekki. Og það er bara tilnefnt, og það er bara, það er tilnefning og það er bara mynd af okkur öðrum manni sem bara stendinn. Bara mynd af hann og fjölskylda bara, hvað er hérna? Hvað er Tómas? Tómas er ekki þarna, hvað er þetta? Herðu, hann vinnur og pródúsur verður på svið og þannig að hann fekk vellaun og hann sitt fyrir utan hurðina í ykkur molli í Bandaríkjunum vann Óskarinn og var læstur úti að það náði ekki inn og svo var hann að fara í símtal frá konu, hvar varstu? Ég var á barnum, þú ert með vesinn Tómas, þú voru að hætta nei, menn þetta var svo fyndið og ég bara sko, ég sagði ég var ekki að hleypa honum inn hann næstur í röðin, nei það er ekki séns og þetta var svo fyndið að vinna Óskarinn og stærsta moment í lífinu. Skemmtilegt. Og hélt aukaleikarinn ræðu bara... Nei, þá var bara pródúserinn sem gerði það, sem satt hann inni, en það mynd af öðru manni við hliðina á honum, sem var ekkert hann, sko. Þannig að ég er að segja, sko, hann var þetta algjört nightmare að hugsa það þegar hann vann Óskarinn, þá var hann að rífa upp í sögu þegar hann, hvar varstu? Fjölskyldan í bíónu, hvar er hann? Hvar er ræða? Þetta er bara biblíusaga, sko, ekki láta það vanta. Þetta er svona kompjútursinn og saga. Já, það er ekki hægt að hlera til. Það er ekki, við breytum ekki. Þóttu þetta að vinna Óskarinn, þá breytum við ekki. Þetta er reglur sem hafa verið þarna og þá bara við hlýðum þeim. Og þess vegna er ég að segja að þetta common sense væri já, opna hlauft í sætið. Já. Nú svo ég ekki. Herðu, við skulum að hætta þessu, en ég verð að koma einu sem er að við erum á samstöðinni sem er í eigu Alþýðufélagsins, sem er félagsskapur karla og kvenna, sem að horfa á samstöðina og borga áskrift. Og nú er svona mitt sumar og við erum að gera átaki í því að safna áskundum. Þannig við ætlum að vera með, við glemdum eiginlega við höfum að hafa þetta svona áhitt að ef við verðum í 2 sólringa þá ætla ég að borga eitthvað. Já, þið erum með marathonum helgina. Já, við ætlum að byrja 7 í fyrramálið, þá verður bara morgunsjónvarp og svo við erum alltaf með helgispjall sem að tekur við og svo verðum við með open mic, þannig að fólk má koma hingað í Bólholt 6 og við tökum viðtölu við alla gesti og gangandi. Og svo ætlum við að fá alls konar fólk til að koma og bara mjög þétt dagskrá og fram eftir öllum degi og allt kvöldið og við erum með kvöldgesti eins og við ekki eftir sem að Jónas var með og svo erum við með nætur sjónvarp og fólk getur hringt inn svona. Og til að safna áskriftum. Já. Og svo kemur morguninn. Getur fólk hringt inn? Já. Gekkja. Það verður fjör að hlusta. Þá við ætlum að vera með, mér er alltaf langað að vera með útvarpsþátt sem heitir Harmsaga lífsmins. Já, það ef þú ert með harmsögu, þá getur hringt hana inn í nætur. Þá getur þú komið harmsögu og svo reynir þú að toppa hana, þú veist. Já, næsta eftir. Já, þá reynir þú, það er ekkert pabbi minn. Issa. En svo heldur það áfram og það sýnir Egils eru þarna á sunnudeginum á sínum tíma og eftir það heldur programmi áfram og bara eins og við ætlum að slá met, svo var ég að skoða það hvaða met er að svona... Hvað er þetta heimsmet eitthvað sér? Ég veit ekki, ég fyrir að það kannski... Nei, það er náttúrulega til þættir sem eru bara... En það er náttúrulega upptökur, það er ekki alltaf í beinni útsendingu. Kannski er það að setja heimsmet. Ég fór að skoða að til dæmis kosningasjónvarp er ekki nema svona 7 tímar. Ég held að við tökum það... Við höfum oft verið með 5 tíma prógram hér og okkur finnst það ekki mikið. Þannig við sláum það. Verður þetta allt í beinni? Þið ætlaði að vera í 48 tíma. Gæti endaði með því að. Ok, þið ætlaði bara að sjá til. Alla nóttina og bara allt. Já, við erum alveg vissum að við náum fram yfir hádegi og sunnudeginum. Og þá erum við komin í 30-32 tíma eitthvað list. Ég held að þetta verður svona bakarslaup, þannig að bara þú þyrftir að vera í útsendingu þá að þú dettur niður og getur ekki meira og næstu tekur við. Já, við fylgjum eftir reglum frá Guinness Book of Records sem er það að það má vera upptekið efni 5 mínútur á klukkutíma
Og þá leggst þú niður og farið kókumjólk og reykir eina kaffi. Já, þetta aðalega að hugsa fyrir Laufey og Pétur til þess að geta fara á klóstið. Já. Þetta ekki hugsa fyrir okkur. Sem hérna frammi og sjá þetta allt. Já, senda þetta út. Og þetta þið sjáu nú, þetta nú svona búið til, hún María Pétursdóttir smíðaði þetta borð og þetta svona heimasmíða allt saman á kannski frekar veikri tækni, en við ætlum að ná þessu. Mjög flott. Við teljum að vera mjög mikilvægt að samstöðun sé á lífi. Við teljum að það sé mikilvægur samræði vettvangur. Það ótrúlega skrítið samt þegar við erum búin að vera með marga frábæra þætti, eða bara frábæra þætti marga sko, og maður saknaði þess að sjá að maður fer kannski á RÚV eða á Rás 1. Maður ekki að fá þessa þætti svona það sem að gerast bara núna. Það margir góðir þættir á RÚV en það vantar svona stöð. Það alveg engin spurning. Þess vegna hún þetta sko. Já. Ef það vantaði hann ekki, þá væri hún ekki. Það bara þannig. En þetta gengur ekki nema að fólk leggja eitthvað til og hugmyndin svo að það kostar 2750 að vera áskrifandi þetta, sem að mér sagt að sé mjög lítið. Það 90 krónur á dag. Ég fór einmitt í Húsdýragarðinn í kaffihúsið þar og fekk mér eitt kaffibolla, hann kostar 765. Wow. 2 kaffibollar, já, 4. Var það uppáhald eða var það svona Nei, ég held að það verið amerikano latte eða úr eitthvað. vél? Já, það var svolítið kallt þarna. Ég held að ég sé búin að vera áskrifandi frá upphafi. Ha? Það ekki? Ég held að ég held það. Ég þarf að kaupa áskrift aftur. En eru þið að gera núna stóra átaki í þessu vegna þess að núna þau bara dauða að drepast eða? Nei, það ekki beint þannig sko. Hins vegar það að halda út í fjölmiðli alltaf sko erfitt. Ég líkti svo einhvern tímann við það að þetta var eins og að labba með vaskafatt fullt af vatni niður brekku. Og þannig þetta náttúrulega. Og allt sem að við náum að við bara reynum að búa til meira efni og ég hef sagt að ég held að sé komið ég vera 3 ára eftir að því núna. Að ef við verðum á lífi eftir 3 ára þá verður þetta kannski eitthvað sem að verður bara ekki að taka á okkur sko. Þetta verði þannig að bara almenningur leggur þetta til vegna þess að þessi nauðsynlegt að hafa þessa umræðu og... En má ég spyrja einnig spurningu með þetta? Að þegar nú verið að segja sko að nú erum við með þessi flokksblöð sem var hérna í gamla þetta og svo varstu með Morgunblaðið núna sem litað að þú veist hverju eigundu þeirra eru og svona. Sem augljóst í dag. Heldur betur þessa dagana. En svo erum við þá með sósíalista flokkin sem var hérna eða einhver aðila í kringu það, í kringu þetta. Ekki að það slíta samstöðuna svona smá sem þá bara sko, varðandi að útvarp. Ég hef heyrt fólk verið að segja eitthvað að Sólstæðisflokkurinn hefði startað þessu. Samstöðin var búin að vera til í 2 ára áður en að Sólstæðisflokkurinn lagði inn peningana. Já. Og hugmyndin var alltaf svo að Sólstæðisflokkurinn væri, að það var hugmynd Sólstæðisflokksins þá, að það að halda úti bara svona opnum, breiðum umræðuvettvangi og kannski náði að byggja upp svona fjölmiðl, væri bara gustukaverk sem við þyrftum að halda svipað og þið voru að tala svona hérna breiða vinstri. Það var stefna Sólstæðisflokksins þá. Nú skilst mér að ef þeir vilja hafa fjölmiðl, þá eiga bara að vera þeirra eigin fjölmiðl, svona þröngt innan flokksblað. Og það náttúrulega ekki hægt að breyta samstöðunni í það. Við erum með áskrifendur leggja til 4 sinnum meiri peninga heldur en að Sósíalistaflokkurinn hefur lagt til. Þannig að við getum ekki bara yfirgefið áskrifendur til þess að þjóna Sósíalistaflokknum. Þannig að ef þeir vil ekki leggja inn peninga þá það bara hannig. Við fáum líka ríkistyrk til fjölmiðla. Við fengum 6,5 milljóna þessu ári. En miðað við veltun okkar þá ættum við að fá svona nálægt 20 milljónum. Og það ástæðan að styrkirnir koma svo seint, þeir eru miðað við þar síðasta ár, þannig að fjölmiðlar sem eru að vaksa, að þeir fá hlutfallslega minni styrkur til þeirra heldur að þeir sem eru að rörna, eins og mogginn. Þannig að hann fær kannski hlutfallslega herra heldur en við. Og mismunurinn er þarna kannski styrkurinn frá flokknum, þannig að samstöðin ávalið að lifa það af ef að Sósíalistaflokkurinn kýs að hætta að styðja við þetta. Hvað heldur að þið þurfið marga áskrifendur? Við segjum að við þurfum að fá svona 300 nýja áskrifendur í dag. Það eru 1600 manns sem eru áskrifendur og þá erum við komið svona með svona svolítið öryggi við að búa til svona haustaskrá og getum hort svona aðeins lengra fram í tíman. En þetta náttúrulega eins og fjölmiðlun allstaðar í heiminum, þá þetta bara barningur. Og ef við viljum hafa fjölmiðla og viljum hafa, þá verðum við að leggja eitthvað á okkur.
Fólk getur gett áskrifendur og svo getur fólk líka auglýst ef það er að reka fyrirtæki í þeimis. Hérna eru bíó og veitingastæður. En þú meina, ertu meina þessi auglýsingar bara? Já, og það er mjög góður díll sko, því að við höfum það þannig að því að við höfum ekki auglýsingakerfi, þannig að það er ekki að panta auglýsingu á sunnudaginn kl. 6, við ráðum ekki við það. Þannig að við tökum bara auglýsingu, við birtum hana allavega 3 sinnum við daginn, alla daga vikunnar í heila mánuð og þú borgar fyrir það svona svipað og bara ein birting á RÚV. Og það eru 40.000 manns sem að sjá eða hlusta á þætti samstöðunar á hverju viku, þannig að þetta er mjög góður díll fyrir auglýstur. Þið sem eru að reka fyrirtæki hafi þetta í huga. En þetta er nú þannig. Við langar nú bara að geta þess að því að framundan er mjög sérstök dagskrá sem eru maraþondagskrá byrja kl. 7 í fyrramálið og verður vonandi bara fram eftir öllum sunnudegi og hvetur til þess að fylgjast með. Ég held að sé ekki spáð sérstöku veðri, fínt að bara vera inni og hlusta á útvarpið. Já, gangi ykkur vel með þetta, en bara það er nauðsynlegt að þú ert að tala í upphafi að þetta vera samtal og samræður. Er það ekki nauðsynlegt? Alltaf. Já, og við sjáum samfélaginu í kringum okkur vera að brotna í sundur af því það er ekki samtal. Já. Og við erum öðruvísi heldur en til dæmis hægri podcasti sem er alltaf að tala við hvern annan. Að hérna eru komið alls konar fólk sem eru komið hingað. En getum við ekki labbað út í þessa helgi, víst þetta er svona skemmtileg helgi á ykkur, getum við ekki labbað út að við séum svona, því vorum að tala um að þetta væri nú allt orðið volnust einhvern veginn svona, þetta litur nú ekki nú vel út og Ísland og svona, en myndum við ekki segja að þetta verður til batnaðar svona, við reynum að auka útvarpshlustun og það verður til batnaðar bara, erum við ekki að fara að bæta þetta bara? Bill Gates er ekki skemmtilegur maður, en hann á eina góða setningu sem hann segir, ég nenni ekki að tala um það sem er í lagi, ég tala bara um það sem er vegna þess að við þurfum að laga það. Já. Og sumuleyti eru þessi þætti sem við erum í hérna, við erum að tala um að bara bíllinn kemur hérna inn og við erum að velta fyrir okkur, er eitthvað að öskubakkanum eða þarf að skipta dekk eða eitthvað leys. Við nennum ekki að vera að tala um að það er nú allt í lagi með hútið. Við getum ekki að tala endalaust um það. Fínt hútið. Já, þetta er bara... Það er ekkert að stýrin í sjálfu sér. Nei, við þurfum ekki að ræða það leit, við ræðum bara sem er að. En, já, en gangi ykkur vel með þetta, er þetta ekki bara frábært? Já, góða helgi. Góða helgi. Hrönn, Magnús, Elsabeth og Haukur, kæra þakkir. Og ég ætla ekki að fara með þuluna mikilvæg þess að gera stafsköndur, ég var að fara með hana. Þannig ég hvet ykkur bara til þess að fylgjast með maraþonun okkar á morgun sem byrjar kl. 7, Björn Þorláks og Oddný Eir held ég ætla að byrja hérna með morgun sjónvarp sem hefur ekki verið til á Íslandi síðan bara fyrir hrun held ég. En takk fyrir í bili og góða helgi.